Það held ég, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 28. september og FM 95 Blöð heils ykkur í beinni útsendingu úr Kringlunni. Það verður að viðurkennast, þetta var ekki alveg svo ég sáum þetta fyrir okkur hérna í Kringlunni, en þetta verður kósí. Við sitjum hérna við rúllustiðan og gætum ekki verið meira ábyrrandi sveimi þá. Við hliðina á mig sitja Egill Einarsson og Steinþór Hróa Steinþórsson og við erum í beinni frá Kringlunni sem í tilefni af því að suður-ameríski draumurinn frumsýndur í kvöld og já, hér er verið að gefa pop. Við erum, ég ætla bara að hreinskilja, við erum eins og circus monkeys. Ef ég á að vera alveg hreinskilja þá líður mér núna eins og einhverju furðulegu dýri í einhverju sloppi stýragarði. Við erum það er búið að gera okkur af. Þannig að hvað við hverju bjóst fólk að kemur einhverju brjálaðar aðdáður og myndur hann að rífa okkur í sig? Sko, við getum ekki verið meira ábyrgandi. Þetta er ekki bítlarni sko. Við erum FM 95 Blöð, við erum einhverju útásmennið upp á sviði í Kringlunni fyrir fram að Vodafone. En ok, í tilefni þess að fyrsti þáttur af suður-amerísku draumnum frumsýndur í kvöld og jú, það er gott að blessa og við erum mjög stoltar af því og allt það. En að sitja hérna upp á sviði. Egill var mjög feiminn þetta. Ég svitna á bakinu. Já, hann sagði með hann, býtu, ekki eru þarna. Nei, má ég koma með eitt punkt eða? Já, alltaf. Ok, því að yfirleitt þegar við erum sko eitthvað staðar, annars það er stúdíónu, það er eitthvað innit fyrir Gilsarán. Þetta er eins og við erum í beinni frá Ólas fyrir það þá sit ég uppi, ég er með jökulkaldan, ég hef aldrei verið betri. Við vorum í beinni á hverfisundaginn, ég labbaði 2 metra og ég var beint í kranan, aldrei verið betri. Ég er svo trúður. Ég man eftir, þú hefðir aldrei. Ég hlifði á rúllustíðanum í Kringlunni. Og síðan popp út allt innan, veit allir að Gilsarán í köttinu. Þú mátt fara popp. Það basically ekki græði ekkert þess. Og fólk eru að horfa á mig sem sé vangir. Nei, þetta verður kósí og þetta verður stemming. Við erum allavega í fantagýr og eins og við komum inn á þá suður-ameríski, hann frumsýndur í kvöld, hann opinn í dagskrá á Stöð 2, þannig að það er ekki til nein afsökun fyrir að horfa ekki og hann byrja 20 mínútur yfir 8. Ég er ekki að stríða ykkur strafgar, ég á rosalega erfitt með að sitja hérna í þessu stól. Erum við ekki að fara að venjast þessu? Nei, ég er ekki að tala um það. Ég var að klemma taug í bakinu á mér. Ég verð að koma inn á það. Þú veist, ég verð að væla í hlustendur líka, ég get ekki bara vælt í ykkur. Við erum með 10 ára einna núna beintur framan okkur í Bleiki Preis og hvað heitir þú? Fáður eins mikið popp og vilt. Hann er geggjaður. Heil feskur, horfum hérna. Ég hef aldrei verið jafn slæmur í bakinu og ég ákvað núna í ljósi þess að við séum í beinni útsendingu að nýta krafta útvarsins og auglýsa eftir og ég er ekki að grínast núna. Ég var með að keyra bíl og allt, ég er með dofanir í lappir og allt. Ef það er einhver, hvað kallar þetta sem var það? Já, það er einhver þannig gæi eða kona sem bara hlusta og það er laust hjá henni. Já, bara ef það er laust hjá henni klukkan 10:06 þá er ég að koma. Ég er betra að hlusta þess. Ef einhver kýrópraktor er að hlusta, við erum með svo circus clowns á efri hæðinni koma hingað hjá rúllustíðanum. Komdu bara, sko, taktu bara Steinþór á gólfið hérna og nýtt. Þetta er að fara í óvænta átt hérna. Ég veit ekki hvort ég kunni vel við hana en alltaf ég batna við það, en ég er til í það og ég mun borga ef það komið með posa með. Ef þú kýrópraktor er núna on the road, hættur í vinnunni og réttu Kringlunni, please komdu hérna við og réttu Steinþór við. Mér fannst þess að vera eitthvað pínu pirringur í þessu hjá þér, Egill, þú sagði circus clowns. Strákar. Hérna getur Steindi vælt aðeins meira föstudagur sko. Steindi er vælandi alla þætti. Kleinur ykkur, hvar er hann? Er ég að heyra ofernir það? Ég heyrði mér sem daginn. Hvar er hann? Og þetta er góð punktur, þú ert alltaf vælandi. Ertu í stúdíónu? Alltaf vælandi. Þú ert í stúdíónu. Ertu bara með, hérna getur þú bara verið með frjálsar leiðir á sleðunum með það? Það er föstudagur, það er allir í gír og þú ert grenjandi eitthvað. Það kemur einhver kýrópraktorinn á hnikki með, þá er ég góður og það má líka einhver koma bara með bjóðan okkur, það er föstudagur, við erum klárir. Richard, ertu upp í stúdíu núna bara aðleit í Kó-stúdíónu og horfa á Esjuna og sjóin? Já, ég tækni gómur hjá okkur í kvöld. Já, veistu hvað Gilsarán er núna? Nei, getur ímyndað það? Ertu ekki Vodafone? Nei, farðu á Insta-stóriðið mitt og sérðu hvernig mér líður núna. Riki, það getur ekki allir verið í kókaðin hvítu buxum og nýjum bimma að hanga til í stúdíu. Það þurfa bara einhver að vera á vettvangi, sko. Já, við erum hérna auglýsa stöðina. En við erum með rosalega þáttanda fyrir dag, kæru hlustendur. Við erum í gír þó við sitjum hérna á miðju gólfi. Það er nýja dagskólinn inn, þú mættir, hann er hérna eftir smástund. Við erum með sturla staðrendir, Pétur og Sveppi. Þeir kepptu fyrir í dag í,
Hvað heitir þetta? Graðimaðurinn? Já, þetta í rauninni graðimaðurinn, já, og þannig sé, það regla, stigaregla í nýja draumnum að láta ómerkilega hlut koma sér kynferðislega til og Sem basically bara graðimaðurinn. Sem bara graðimaðurinn, þannig að Pétur hafði smá forskot en Sveppi var til í slægin og anskotin hafi það, ég er búin að heyra þetta og ég held þetta helviti jafnt. Já, það verður gaman að heyra hvað hlustundu segja. Sveppi fer alltaf á kostumsóru með spurningakefni Gilsarans. Komum að hlækka aðeins í bettanum. Riki, hvað eru við með þarna í spurningakefni Gilsarans? Ég ætla að hafa smá þema, ég ætla að tengja þetta við frumsýningunni í kvöld. King of Suður Ameríka. Ok. Vel gert. Ég ger yfirleitt. Ég tengi spurningakefninu við eitthvað sem er í gangi í þjóðfélaginu á sama tíma. Við tekið eftir því. Ég er mjög ánægð með það. Ég er með augljósar staðreyndir og þær hafa aldrei verið jafn augljósar, því get ég lofað ykkur. Ég fæ heiðurinn að stjórna myndur fyrir Cass í dag. Þú ert með hvort myndur frekar þig ekki? Jú. Já, þannig að það er alveg smekkfullu þáttur. Sirkustrúðarnir eru í gýr hérna í beinnu og kringlunni. Við erum með það, þá megin og koma og gefa okkur high five. Já, koma og gefa okkur five. Við skulum fá hvaða lag ætlum að byrja á, Riki. Hvað erum við með þarna? Dinoro in my mind. Það er bara þannig. Takk fyrir það, Richard. Þetta finnst mér geggjað lag. Hvað heitir það aftur? In my mind eitthvað. Málið það, Rikki má eiga Ógeðslega það. flott lag, maður. Hann ætli búin að vera DJ síðan hann fikk hárapungin. Hann kann að búa til gott partí og hann kann að keyra inn föstudag. Við erum með lögin í góðum höndum hjá Rikka niður í Vodafone. Við erum sjálfur hérna í kringlunni. Svo lengi sér Ghostbusters-lagið dettur ekki. Já, mikið má pop sleppa og því. viljið. Já, fá okkur pop. Fáðu okkur pop. Málið það er svolítið gaman samt líka að fá að sjá fólkið og nú er maður bara svona búin að, sko eins og þessi maður, mér hef ekki grunað að þessi gæi myndi borða pop. Það lítur út á nachos kall. Strákar, eru þið bara málaðar hérna í kringlunni og allir fá að fara að ykkur? Þetta er svolítið þannig ekki. Allt kjafti, stúdíónu bara kósi hjá þér og enginn að starfa þessu trúður sko. Þetta er bóða kósi hérna, fólk er að fá sér pop. Nei, ég er ekki að ljúga, fólk horfur á sér eitthvað á okkur því að það er mikið fólki að labba fram með sem er ekki að hlusta á bara hvað eru þessi gæjar að gera. Já, Alltaf í poppi líka. En það er komið að slúður. Þið á poppókan. Af því að það söður ameríski frumsyndir gott. Og er það bara þá þið á poppókan? Reyndur að leggja hérna einn og einn saman. Þetta er til að hafa með þættin í kvöld. Ok, gott koncept, ég veit ekki það. Það er að fatta núna þið eru á poppókan sko. En það er komið að slúðri hér í F95 Blöð og ég ætla að byrja á Katie Holmes. Nei, þetta er eiginlega ekki Katie Holmes. Vitið hver Rimini er? Hérna, hún Lea Rimini sem var í King of Queens. Aldrei bara heyrt hans. Já, sem er konans. Konans dög. Já, hún er skemmtileg. Hún er besta vinkona Jennifer Lopez en hún var Er hún besta vinkona? Já. Jennifer Lopez? Það er tvær. Ég hef ekki hugmyndu það. Nei. En voru vinkonur áður en að meikuðu það? Það er voðalega spilast. Já, það eru báðar frá The Bronx. Áður frá The Bronx? J.Lo var celebrity. Áður en hún byrjaði að leika King of Queens voru það bara vinkonur. Já. Það er rosalegt. En sko, hún náttúrulega þessi Lea Rimini, hún var í Vísindakirkjunni og hún er núna að opna sig á fullu þessa þætti og er að segja þessa þættum, þessa trú í þáttum hvers konar þvæla þetta sé og eins og King of Queens? Já, King of Queens skelan og hún er að segja núna ef að Katie Holmes minnist einhvað á Tom Cruise eða eitthvað þá getur hún mist forræðið við Suri sem er dóttir Suri er dóttir Tom Cruise og heitir barnið þeirra Suri? Já, Suri og það sem hún er núna reið yfir er að Katie Holmes og Nicole Kidman sem báður hafa verið gift af Tom Cruise skuli ekki vera að láta heyra í sér yfir hvers konar þvæla er í gangi en þá segir hún að það er þórið ekki því að þá getur mist eins og hún segir bara forræðið við börnum og annað. Ég er þetta frekar hrifin að þessu konsepti þessari kirkju þarna. Vísindakirkju? Nei, þú ert reynda svo eini hérna af okkur sem væri nóg vittlust til að skráði. Ég er búin að skoða þetta þess. Mér finnst þetta persónulega bara eitthvað good shit concept. Af hverju? Ég er búin að skoða þetta. Hvað er neikvætt við að vísindakirkju? Þetta er góða félagskapur. Tom Cruise er þarna. Já, reynda. John Travolta er þarna. Og ef það gefur eitthvað skít og koma allir einhvern veginn að bakkað upp sem eru í þessari kirkju sko. Það var leita í ruslatununum hjá Trey Parker og Matt Stone í South Park þegar þeir voru að fokki í South Park. Já. Ef ég er í þessari kirkju og steindisviðum í Gilsarið mér finnst þú vera hálfviti. Það er góða líkur að hann verið lamin bara. Já, kirkjan bakkar upp með hennar. En þú myndir líka bara að stofna gengi eða gert eitthvað annað. Eða átt bara góða vini. Ég er mikill Tom Cruise maður. Hann leikur ekki bíómynd nema hún sé góð. Hann skýtur ekki á sig. Hann er geggjaður. Hann er rosalur reyndar. Og hann er toppmaður, hann er besti vinur Beckham. Beckham myndi aldrei vera vinur gæja sem er trúður. Hann er ekki besti vinur Beckham. Hann hlýtur á næst besti vinur. Björki Tór er helviti góða vinur Beckhams. Þeir eru besti vinur sko. Svo er það næsta slúður og það er af Michael Jordan en hann var stattur á leik með Paris Saint-Germain í franska fótboltanum sem var ekki frásögu færandi nema að hann drakk einhver 14 rauðvínsglös á með tíma og var mökkaður hérna
sætinu sínu. Málið það, þetta er þekkt dæmi. boxinu Jordan sínu. fyllibitta og eiginlega bara hann með endalust vesen. Michael Jordan hann er En það var ekki þekkt dæmi að hann var í fyllibitta. Já, hann á það, hann á að vera Ég ætla að brjóta útsendinguna. Já. Þú kom með kýróprátur og svæðið. Í alveg? Ertu kýrópraktor? Já, Við erum með kýróprátur og komin á svæðið þegar að brjóta Má ég útsendinguna. aðeins tala við þig eftir? Fáðu poppa með hann. Látum að það nikkið í beint útsendingu. Sestu hjá okkur í það og býttu aðeins, ég mátti ekki fara Sko, látum nikkja Steinþór í beint útsendingu. það er samt ekkert rosalegt Þetta er útvarp, ekki skemmtilegt út af Nei, hýsum einhvern veginn hvað er að gerast og En vilt þú ekki bara hoppa á gólfið með hann og við klárum slúðrið? Já, ég skal klára slúrið með ykkur. En allavega Jordan, hann var mökkaður Já. Og hann drakk hann einhvern nokkur glös og ég fór að hugsa ég hafði ekki tengt hann við einhvern svona hvað getur við svo sem dæmt að kallin sig að fá sér nokkur rauðvinsglös Nei, veistu, ég fíla Ég meina, þú getur ekki dæmt neitt sem er að fá sig. Það fekk sér nokkur rauðvinsglös og það var dæman út af því. það er Ég var með til skammar á miðvikudaginn en ég get nú lítið sagt Já, Ég get alveg lofað því Hérna, ok, þá bara bakkaði hann upp að Og hvað ætlar að bjóða okkur upp á? svo var það í lokin bara 50 cent Já. En það er rosalegt bíf sem ég vissi ekki af Wow. Eitt mesta bífið bara í dag er á milli 50 cent og Ja Rule Nei, býttu, Öddi. Og 50 cent þolir ekki Ja Rule og Þetta er frá 2000. Já, ég veit það, en það var að koma nýtt núna Já, Það er já, sem ég er að segja ykkur frá já. Því að Ja Rule átt að vera með eitthvað tónleika í Syracuse skólanum En hann sem sagt, tilkynir á Instagram-reikningum sinum að honum þykja ógeðslega leitt að hann komist ekki að því að vélinni senkaði Og þá fór 50 centin á Instagram-reikningi sin og sagði bara, ertu svona vittlaus heldur að fólk sjá ekki gegnum þetta það var cancelað þessum tónleikum að því var bara búið að selja 8 miða það var allt í lagi með flugið og það bara rakka niður og vildi meina að tónleikunir þeir voru ekki að því að það seldist ekki á það Sko, Ég málið er mikill Ja Rule maður, og Ja Rule, hvernig er hægt að vera Ja Rule maður? Það er langt sem að gátt lag alltaf konar vel Ja Rule. En málið er það, ég get alveg sko, ég get nánast bakkað 50 kallin upp í þessu af því að ég var stattur í Atlantic City minnir mig bara með ykkur báðum Já, við fórum á Ja Rule pool party Já, þegar Ja Rule- sorglegasta sem ég Já, lendi málið er það, það voru 30 manns mættir Þvílíkur kóngur, var hann gerði að ekki neitt. DJ þarna Hann sást og ekki félag okkar sagði mér þess að býtu, hvar er þessi Ja Rule? Hann vissi ekki eins og hvað hann héti Málið er að auðvitað er Ja Rule, þú veist, hann er alltaf Ja Rule, hann var að leika í Hollywoodmyndu bara með Steven Seagal Já. En ég meina þú veist, time flies Hann má muna sinn fífil færið Já. 50 cent legði Gim 80 til þess að geta tekið í lóðin það var hann að klaganum sko. Já. Hann hendi bara öllum sko Bara út skýrhausunum út og sagði já hann að staða núna, hvað það gerir Það ætlaði bara að vera einn mann Þannig að hann er líka nokkuð harður 50 cent maður. Það er erfitt. Vítamin vatni gaf honum helling sko Allavega Ja Rule, það er hérna og það er svo gott að komast inn á En hvað er þetta The Baldwin family? The Baldwins? Ertu ekki með neitt bæjódómslúður eða? Nei, En það er bara sko, hvernig er staða núna á Já. Stephen Baldwin og The Beep Machine? Hvernig eru þeir? Bara- Það er eins og síðasta föstudag, bara allir feskir sko. Er það? Já, já Það var rosa fyrirlegt að koma ekki inn á þetta, funn heitt sko Funn heitt, það er bara ekkert nýtt Þetta gæst er basic blöð. Þetta er basically eina sem þetta komið í slúðurinu. Hvað er nýtt að frétta af The Baldwins og Bieber? Það er öllum skýtsam allt annað eitthvað. Það er bara það sama, það er Ok. allir feskir Allir feskir, ok. Já, þau eru ennþá ástofnginn og Stephen Baldwin er mjög stoltur af dóttur sinni Hann var reyndar í einhverju viðtali, mér finnst það bara svo ómerkileg slúður Það var hann að tala um að hann gæti ekki verið Nei, það stoltur var af dóttur alltaf- sinni það er toppstandi. Stephen Baldwin var hann í viðtali þetta allt saman og því varst það ómerkilegt slúður Já, af því við erum búin að fjalla Sko, en málega, nú er, þegar við setjum lag á, Já. þá erum við að fara við erum að fara að hnykkja á Steinþóri. Já. Ég ætla að dokumenta það í símanum mínum. Já. Þannig að leggst á gólfið hérna Steinþóri, setjum að Richard. Ég veit að við skuldum auglýsingar Þetta er þannig að mega frábært lag. Henda okkur í auglýsingar og svo förum við í eitthvað gott lag Gaman að sjá þig 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Nú eru allir að taka sér taki eftir sumasukið og við erum auðvitað til staðar fyrir þig. Fylgstu með FM 957 á Facebook og Instagram og þú getur nælt þér í fullt af frábæru vinningum frá World Class, Nature's 8, Sportsol, Popcorners, Stjörnusól, Sportlíf og Local til að hjálpa þér í átakinu. Komdu þér í form með FM 957. Oktoberfest á laugardaginn. Það er Oktoberfest í Þýskalandi og þá er Oktoberfest í Keiluhöllinni. Laugardaginn 29. september verður allt fljótandi í bola og starfsmenn verða í búningum. Við gefum pretzel með öllum stórum af krana á meðan byrðir endast. Og þú verð þýskar smápilsur frítt með öllum líterskönnum af krana. Ef þú mætir í þýskum þjóðbúning þá farðu einn frían í könnu. Og já, alveg rétt. Það er 2 fyrir 1 af öllu á barnum frá 9 til 12. Já, við lengjum happy hourinn. Keiluhöllin Egilshöll. Leben und Freude! Happy hour alla daga og lifandi tónlist
öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Skemmtileg spil, falleg leikföng, hágæða töskur og margt og mikið fleira. Fæst hjá okkur. Margt og mikið. Holtasmára 1. Nærandi jógatímar, mömmujóga, meðgöngujóga, jóga í heitum sal, karlajóga og jóga nýtra. Dans og jóga, Hjartarstöðin, Skútuvogi 13A. Kíktu á dansoyoga.is. Úlpur í góðum starðum og kósí peysur fyrir veturinn, ekki láta þær verða kalt. Kíktu við í Körfi, Fákafinni 9 eða pantaðu á körfi.is. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, max. Íslensk framleiðsla á springdínum í öllum stærðum síðan 1943. Svífðin í svefnin. RB Rúm, Hafnarfirði. Í kvöld á Stöð 2 í opinni dagskrá. Í X-Factor UK. Suður-ameríski draumurinn, fyrsti þáttur. Rosalegasta kapplaup í íslensku sjónvarpi heldur áfram þar sem Öddi, Pétur, Sveppi og Steindi leggja allt undir. Dragonheart. Og þar á eftir American Assassin. Ekki missa fjöru og skemmtilegu föstudagskvöldi þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi í gal opinni dagskrá á Stöð 2. Fólksliftur, vöruliftur og hjólastóllaliftur fyrir allar aðstæður. Sjálfvirkar hurðapumpur á frábæru verði. Framúrskarandi fyrirtæki 2017. Rými.is. Nammi dagur? Frá föstudegi til sunnudags 50% afsláttur í Nammilandi. Æsland, opið allan sólarhringinn. Komdu á Lokal og fáðu þér fyrsta flokks salat. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Besti hvíti rússin í heimi á Lebowski bar. Núna erum við í Smáratívolí byrjuð að halda afmæli fyrir fullorðna líka. Vilt þú halda upp á afmælið þitt í karaoke, leysitak og spilasal í anda 10. áratugarins? Send okkur fyrirspurn á bókanir@smarativoli.is. Smáratívolí og Pepsi Max. Oktoberfest á laugardaginn. Það Oktoberfest í Þýskalandi og þá Oktoberfest í Keiluhöllinni. Laugardaginn 29. september verður allt fljótandi í bola og starfsmenn verða í búningum. Við gefum pretzel með öllum stórum af krana á meðan birgðir endast. Og þú færð þýskar smápilsur frítt með öllum líterskönnum af krana. Ef þú mætir í þýskum þjóðbúning þá færðu 1 frían í könnu. Og já, alveg rétt. Það 2 fyrir 1 af öllu á barnum frá 9 til 12. Já, við lengjum happy hourinn. Keiluhöllin Egilshöll. Leben und Freude! Tropical góður, en strawberry lime fáránlega góður. It's rapper time. Börnin elska dásamlegu tuskudýrin og bánsana frá Kalú. Kalú-vörurnar eru frábærar vöggugjafir. Fáanlegar í margt og mikið, Holtasmára 1. Hefur þú lent í umferðarslýsi? Hvort sem þú ert í rétti eða órétti, gæti þú átt rétt á bótum. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Afmælisháttíðinni í Tech og Habitat lýkur á sunnudag. 20% afsláttur af öllum vörum. Tech og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Spænski boltinn rúlar áfram á Stöð 2 Sport og það komið að El Derby Madrilencio. Real Madrid, Atletico Madrid, laugardag kl. 18:40. Stöð 2 Sport, besta sætið. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Mikið úrval af bor- og snittverkfærum frá Rúkó. Fossberg, sérfræðingar í snitti. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is, annari hæð Smáralind. Biljardbarinn, fyrir vinina. Biljardbarinn, Faxafenni 12. Það sést hverjir borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asískur matur.
að hlusta FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu hér frá Kringlunni í tilefni af því að Suður-ameríski draumurinn er frumsyndir í kvöld klukkan 20:08 í opinni dagskrá. Og svona, já, og þess vegna erum við hér að gefa pop. Já, það er verið að gefa pop og hafa það kósi. Egil er búin að væla mikið við hvað erum ábyrjandi hérna. Fólk horfið svolítið á okkur þegar lappar þetta fram sig. Ég meina við erum búin að gefa fullt af pop. Já, þetta er svona við erum eins og við séum í dýragarði. Make me a bicycle. Við séum apar inn í klefa. Já. En það er bara fólk er að horfa á bendar, sko. Já, ég veit það. Það er ekki bara kósi. En við erum að gefa free popcorn. Já, fáðu okkur pop. Já, bara eins og við viljið. En það áttu afmæli í dag. Til hamingju með daginn, meistari. Hvað er gammal? Hann er 11 ára hér. Lífið leikum við þig. Eitt grjótharður fyrir framan okkur sem er 11 ára í dag. En það er komið tíma á nýjan dagskrálið sem heitir Ef þú mættir. Já. Og þetta er liðið sem við byrjaðum í síðustu viku. Ok. Og ég ætla að spyrja hér, drengir. Ef þið mættuð, bara, ef þú mættir, vera bestur í hverju sem er á Íslandi, hvað myndu velja ykkur? En þið eru bara bestir á Íslandi í því. Bara á Íslandi? Já. Ok. Bestur á Íslandi. Þú mætti vera bestur á Íslandi í hverju sem er, hvað myndu velja? Og þú getur verið bestur á Íslandi í backpressinu. Já, það skilja mér ekki meira svona $1,5 í veskið, sko. Gengur allt út á peningi. Já, Egil fer í fjárhagslegu hliðarnar og ég heldur þurfum ekki stranga, við þurfum ekki að segja fólk að megi það er bara pop. Fólk horfir á okkur, það komur svona aðra höndun á poppokan og horfir á okkur svona með svip, má ég taka þetta ekki? Þá þarf eitthvað að segja að páðið popcorn. Já, það er ekki eðlilega þreytt fyrir hina 150 sem er að hlusta, sko. Bestur í á Íslandi. Ok, við erum með 350 hræður hérna. Hver er að raka $1 á Íslandi? Bara á Íslandi. Bestur í fótbolta líklegast. Nei, já, bara á Íslandi. Jú, ef þú ert bestur á Íslandi í fótbolta, ertu þá ekki ykkur í flottu liði? Góða búndur. Er ekki Gylfi bestur á Íslandi? Býtu, hann er á Englandi. Já, ok. Má skeila þessu, þetta tala um það. Já, hann er bestur í fótbolta á Íslandi. Ég held að það væri bara bundið við Ísland. Nei, ég ætla að hafa þetta bara bundið við Ísland. Gylfi er að spila á Englandi, sko. Já, það er góða búndur. Þetta er bara bundið við Ísland. Þetta er bundið við Ísland, já. Ef þú ert besti fótboltamaður á Íslandi, þá áttu með 1,7 út í KRF á stjörnunni, sko. Þú við blikar erum við pössum bunduna svolítið, félagarnir. Þannig að þú ert ekki þar. Hvað ætla að velja þessu? Er ekkert sem eitthvað dettur í huga sem einhver myndi að langa að vera bestur í á Íslandi? Bestur að dansa, bestur að syngja? Bestur að dansa, dreftu mig ekki. Hvað bestur að dansa? Hvað hefur að gera það? Gekkja að kunna dansa? Hvað, lappin á bara B5 og byrja að dansa eitthvað? Borgaði símur ekki með því, blöð. Það er bestur að dansa. Ég er 33 ára, sko, ég þarf ekki að dansa, sko. Hvað þú ert töff, maður? Sko. Borgaði símareikningi með því? Við erum í leik, bestur í einhverju. Ætli að svara það? Já, ég er að hugsa þetta, Steinþór, þú aðeins taka með kemur. Það er eðlilega erfið spurning, sko. Ég vil vera bestur í því að reka a multi-billion dollar company á Íslandi. Já. Já, frábært. Leiðilegasta svar sem ég heirt. En þú, Steinþór? Ég væri eiginlega til að vera bara akkurat núna. Já. Þú veist, þetta geti breyst. Já. Fattur þú? Já. Ég væri til að vera akkurat núna bestur í Fortnite á Íslandi. Og lélegast í Fortnite á Íslandi. Ég veit það. Ég hitti reglulega gamers. Ég hitti reglulega gamers. Og það eina sem menn segja mig, og veist að steindi vinnuðin er líklega slagast í Fortnite-spilar. Herru, akkur tekur ekki upp hanska fyrir mig? Akkur gefur þessu mannum ekki löðrung? Nei. Skamman á? Mér svo fyndi að sett lélegast í Fortnite-spilar í landsins. Áttu ekki að vera vinnu minn? Takt upp hanska fyrir mig þegar þessu gæði er að gamma. Já, ég reyna að verja þig, en mér svo fyndi að sett lélegast í gæðin. Ég er ekki lélegast í gæðin. En af öllu á Íslandi, þá myndir velja það að vera bestur í Fortnite. Í solo, já. Þannig að þú myndir af öllu að velja bestur í Fortnite. Það er rosalega skilt. Akkurat núna. Ok, þá er það næsta. Einu spurning, hvað dans hendur í þegar þú er búin að ná að headshot? Ég er með Make It Rain akkurat núna, sem er þessi hérna bara. Make It Rain dansinn. Láta rigna seðlum. Já, svo ég er með nokkra, sko. Ég er með... Já, þú veist, ég veit ekki alveg hvað er heita, ég veit tíðan. Senda okkur bara tölvupóst. Það er komið hérna næsta, ef þið mættu stækka hvað sem er á ykkur, hvað myndu þið stækka? Nei, ég myndi stækka tippið á mig. Ok, ég veist þetta myndi bríða upp eitthvað svona brandara. En er það sem þú myndi stækka? Nei, ég minna, þú veist, ok, málega það, nei, þú veist, sko, strákar, ef þið myndi fá hérna, ok. Myndur ekki vilja stækka þér heilan? Já, ok, reyndar góð. Þú þurftur að klúra þessu fyrir mér. Sko málið, það er ekkert að sniðt að róka á aður. Ekki. Þá ættu að vera áhyggjur hlutum. Þú ert ekki neinu vesenni það. Nei, jú, ef þú ert allt og klára, þú ert séni. Þú ert með áhyggjur hlutum. Málið það. Sko, gott að vera heimskur og ekki áhyggjur á neinu. Hamingju samasta fólk sem ég þekki er naut heimst fólk. Og það er alltaf gaman hjá því. Eins og Richard og þú. Og Gilsarinn. Og eru þið ekki allir nokkuð vitlausir? Já, ég minna, þú veist að Gils, það er alltaf gaman hjá Gilsarannum. Já, við erum allir fyrir. Ekki áhyggjur á neinu, sko. En hérna, jó, víst þú segir að ég myndi láta þú sagði tippi, hvað segir þú? Sko málið er
Nú er ég búin að vera í bodybuilding í 20 pluss ár. Já, ætlar að fara að stækka upphandum. Og málið ég fengi gaggrinni ár eftir ár fæ ég gaggrinni sem menn labbaði fyrir mig í gimminu og segðu kæri vöðungi, bara benda þér á það að þríhöðun það eru tölvöld stærri en tvíhöðun sko, þetta er eiginlega vandræðalegt og ég er bara þannig gerði, ég er með stærri þríhöða en tvíhöða. Það er að blæður eyrun á mér, ég skil ekki neitt, ég veit ekki hvað munurinn er á þessu vöðum. Og ég er búin að strýta á þessi mörg ár, mér er strýta á þessi Game 80, mér er strýta á þessi sporthúsinu. Þannig að þú ætlar að stækka tvíhöðan? Til þess að jafna þessu út handleggina, ég myndi stækka með tvíhöðan. Það myndi allir stækka eins á þessu tippið eða heilan. En hvað myndið þið minka, ekki Egil, hann sagði tvíhöðan, en hvað myndið þið minka? Minka? Ég er með stort raskat sko. Já, ég var einmitt að vera að segja ég Ertu að tala um gatið sjálft? Já, nei, ekki gatið. Ertu með stort rassagat? Er ég með gatið að með stort? Þetta ertu með stort rassagat? Það var rosalega vondið að vera þannig. Þú ert að tala bara út með stóna rass. Já, sumi kalla með öndina. Hvað vorum við að tala um? Við erum að tala um önd. Ertu með stort rassagat? Ertu að kalla öndin? Já, sumi kalla með það. Þannig þú myndir minkaði rassinn? Ertu the duck? Ég hef aldrei heyrt þetta. Það er ég með hugmynd, að spyrja Steinþór hvað handlar ekki það? Hvað er þú að minka? Bumbunar, segðu bara bumbunar. Nei, það er ekki bumban. Segðu það bara. Nei, það er ekki bumban. Ég hef engar áhyggjur af henni, ég er ekkert að missa stjórn á henni. Ég myndi vilja minka kleinurhryggjarsvæðið, nei, hvað heitir þetta? Bumbunar, nei, mjaðmaspikið. Já, sem er hluti af kleinurhringnum, það ekki? Nei, það er ekki alveg jafn mikið hluti af rassinum. Hvað viltu minkaði mjaðmyrna þá? Það er náttúrulega hlíðarspikið. Já, hlíðarspikið. Já, hlíðarspik, ég myndi taka það. Þú veist henni með það. Ok, þá er það síðasta spurningin. Það er veist henni með það. Þið mættu kunna hvaða tungumál sem er. Hvaða tungumál myndið velja? Ég er spænsku. Það er spænska strax? Já, það verður töff að kunna hana. Það verður töff að kunna, já, og þú getur notað hana eiginlega alls þar. Hún er eiginlega bara, er hún ekki nú veist það, ég er svo lélugur í bláu spurningum í Trivial. Hvort er meiri töluð enska eða spænska í veröldinni? Þetta enska. Spænska til í að það er mikill uppgangur í Japan núna. Já, það væri töff. Ég er ánægð með Egil núna. Þú fórst í þetta bara ég verður til að geta til að breyta $1 í 2 tala Japan. Það væri geggjað. Þú myndið sitja hérna bara tjambán, tingo. Ég get alveg bjargað mér á spænsku. Hversu heimskur ertu til? Hvað ætla fokking einkaþjálfar úr sporthúsinu að gera að tala japansku? Góður þar sko. Ég verð samt að tala japansku. Það er ekki nefnir að setja eitthvað lag. Ég verð samt að leiðrétta að blöð spænska er mest talaða tungumál í heiminum. Já, ég vissi það. Það er ekki, ertu ekki tæknimaður í dag? Er það ekki kynversku? Nei, það er spænska. Eða mandarín? Ekki drullaði við blöð á minni vakt. Rikki er með fyrir fram að 12 og er að googla þetta. Rikki, settu sleiðan niður og hafu það niðri. Það er enginn á að heyra þína viskupunkta hérna. Þú kannski til að setja lag svo. Verður miklu meira á Rikki. Það held ég að þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum ekki í beinni útsendingu núna úr Kringlunni, heldur erum við komnir hérna inn í búrið og ætlum að taka upp smá klefa því að það verður svo skemmtilegt til að Sveppi og Pétur eru mættir hérna. Verið velkomin drengir. Hæ. Þessaður, hæ. Alltaf gaman að sjá ykkur. Já. Það er ekki ástæðalaust að þið eru hér í dag því að það er náttúrulega Suður-ameríski draumurinn frumsýndur í kvöld. Alveg rétt, já. 20 mínútur yfir 8. Alveg rétt. Og okkur langaði að gera eitthvað með ykkur svona því að þið eru nú hitt liðið. Já. Og Pési, þú komst með ágæta hugmynd. Ég var að flækta þetta í gegnum stigareglunar okkar fyrir Suður-ameríska drauminn. Já. Og það er náttúrulega ekki margt sem hægt er að gera í útvarpið þarna. Nei, en sko 3 stig fyrir að láta eitthvað ómerkilegt koma þér kynferðislega til. Já, við þekkjum það nú. Já, það er nú bara eiginlega karakter sem var hérna í FM 95 blöð á sinni tíma og heit Græðumarinn. Já, Græði. Kannski þá pínu svindla við sem. Nei, við keppum bara í því. Hvar viltu að eitthvað skrítin hlutum komið að kynferðislega til? Skipti mig engu máli. Skiptið engu máli, allir hringja bara hérna í saumastofu. Já, halló? Já, góðan daginn. Daginn. Ert þú svona með saumastofu? Já, ég tek stundum að mér eitthvað smáttur í. Já, ok, hvað tekur að þér? Hvað ert þú að leita þér? Já, ég er með svona jakkafutt sem ég þurft að svona bæði láta þrengja á stuttarbuxur. Ok, Ertu að gera það eða? Já. Ha? Laga föt er ekkert mál. Hvað segirðu? Laga föt er ekkert mál. Laga föt maður? Hvernig föt er þetta að laga þá? Bara jakkaföt og kjóla. Kjóla? Já. Sem þá einhverja konur sem konur eru í það? Þetta stytta þá eða? Já. Já, þannig að þetta sé svona þröngt og Hæ? þannig að þeir séu þröngir þá eða? Já. Já, þröngir kjólar eða? Já, það er bara að vika þá. Já, vika þá líka maður. Wow, það er ekki maður. Já. En fyrir ekki að ég var að bara einn hérna heima á þekkur og svona.
Já, en vantu að láta að gera eitthvað við jakkafötum. Finnst þér ekki bara óþekkur? Er það ekki það sem þið finnst? Já, hún er bara svolítið skrítin. Já, pínu skrítin, það er alveg rétt hjá þér. Það er akkurat það sem ég er. Hann að segja við mig, þú ert bara svolítið skrítin. Þú ert nú bara svolítið skrítin. Já. Einu sinni. Nei. Nenni að segja djöfullega skrítin. Ég segi það, og hlæja svona líka, já. Segðu það. Já. Segðu það, djöfullega skrítin maður. Akkurat að ringja hérna. Já, og hlæja líka eftir þú er búin að segja. Nenni að segja, djöfullega skrítin, hvað er að ringja hérna og hlæja svo. Nenni að gera það fyrir mig. Vantu að láta að gera við jakkafötu það? Já, mér langar að láta að laga það. En nenni að segja þessi skrítið bara einu sinn. Ég er svo ekkert vissum að láta að fá þig hérna inn á gamli hjá mér að... Nei, ég lofa að koma ekki. Ég kem ekki. Nei. En bara þú segir, vá, hvað skrítið maður. Vá, hvað skrítið. Takk fyrir þetta. Takk. Ok, fyrir Já, þarna er þetta komið sko. Þetta er svo mikil steipa maður. Já, maður. Þetta er ógeðslegt. Shit, hvað þið finnir maður. Ára, Sveppi. Sveindur Selfoss og Vörklaus, góðan dag. Góðan daginn, hérna er opið hjá okkur dag? Já, það er opið í dag. Hérna, allir pottar opnir og svona? Já. Og gufan er alveg opin, ekki? Já, allt opið. Hvað er hittast í gufinni? Hvað er það að fara upp í? Það er bara 87 gráður. Hvað segir þau? 87 gráður. Og allir pottar alveg barma fullir af vatni og... Já. Hérna, djúpaleg, hvað dýft er á þess hana? Er þetta alveg bara mór djúpt alveg? Já, 2,5 metrar. 2,5 metrar, þetta greinir, smá mikið. Það er svakalega. Já, það er heldur. Og fylgir í orðklassi aðgangur í ræktinu líka, þannig að maður kaup sér inn í laugina. Nei, maður þarf að gera það sér ekki. Er eitthvað svona hópa tilbúið? Þú getur keypt hérna 10 skipta kost og það er 4 skall. Hvað sagði það að væri mikið? Já, 4 skall. 4 krónur. Herðu, hérna, ég ætla að henda þessi nefnd og hugsa þetta. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Are you there? Hello. Are you there? Ring, ring. Are you there? Hello. Are you there? Ring, ring. Það held ég, elsku vinir, fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum í beinni útsendingu frá Kringlunni og svei mér þá, ég held að þetta sé fara að venjast aðeins. Er þetta bara ég eða skeitir ekki geblættum með síðasta lag, Ring Ring, minnst það ekki flott? Ekki? Jú, gefður, sko málega, ég er búin að segja þetta áður í þættinum. Er ekki búin að vera geggjulög fram að þessu? Er ekki búin að spila, síðan að var svona, hvað, ég held að það var svona 10 ára að var að spila svona fyrsta diskoteki. Ég get alveg lofa því að Rikki hverkja DJ á setur þetta lag á. Ég bara kaupið ekki einu sekund. Rikki, það er DJ á morgun á logoðu Breiðabliks. Rikki, er þetta rétt eða? Það er svoleiðis. Er þetta rétt, Rikki? Með hvað? Mundur þú spila Ring Ring einhvers staðar og þú ert að gigga? 100%. Nei. Já, ég er bara sammálaðir. Jæja, 100% komlega sammálaðir. Fyrsta lagi sem Rikki skýtur með í dag, það er bara þannig. Herru, ég fekk heiðurinn í dag að stjórna og sjá mynduru fyrir Cash. Já, veistu okkur? Þú stóðst þig vel síðast. Takk fyrir það. Þú varst með ágætis upphæð. Við tókum fund í hátteginu. Við sem við skulum leifa honum að taka þetta. Þetta er fund án mín. Já, sko fram að síðustu varstu búin að þetta búið að vera hræðilegt. Þetta verið skrítið þaður. Já, bara myndur þú veist. Ok, málið það, í dag þá vandaði ég mig rosalega mikið. Ég er með spurningar sem ég langar actually að vita svör við og ég er í stuði, ég var til að fá smá trailerinn í, það er fyrir þig. Ætlar að fá trailer í það? Trailerinn minn. Ég ætla að gefa mér sér 30 sekundur. Ekki allan, bara stuttan þá. Takk fyrir það, Stóri. Mér langar nýjan í aðeins en ég á bara ekki cash. Please give me cash, poop.
What is the most important thing in life? Is it family? Health? Education? No! It's cash! Hann að venjast Nei, hann líkt er á ekki að Kringlunni. venjast. Er ég bara í svona miklu stuði? Já, þú ert í gýr hérna í Ég er í kringum gýr. Herru, en það er myndur fyrir KSI með 3 spurningar og ég ákvaði í tilefni dagsins. Það er frumsýning á Suður-Ameríska draumnum í opinni dagskrá, þannig að það er engin afsökun ef einhver, ef ég rekst á fólk á morgun og það segist ekki að sé þáttinn. Nei, ekki nema að eitthvað komið upp á bara. Verður reiður þá? Þá er ég átt ekki sterakast. Ég anda gilsarnas. En ég er með 3 spurningar og þetta eru allt spurningar tengdar stigareglum úr draumnum. Okay. Og til dæmis var stigaregla í draumnum, þú fegst 10 stig fyrir það að fá þér tattoo. Að fá þér tattoo. Og ég fór að hugsa, hvað er versta tattoo sem þið getið mögulega fengið ykkur? Og ég veit að þið eru grjótharðir Manchester United menn. Ég hef aldrei skilið. Ég held að versta tattoo sem ég geti fengið með var að setja hakakross á ennið á mér. Er það? Já, eins og Charles Manson? Að ég er skinhead og líka bara Charles Manson. rosalega vond eitthvað. Já, þú ert skinhead. Það er ekki by choice, sko. Ok, ég vissi ekki alveg að það væri verið en þetta. En mynduðu fá okkur Liverpool tattoo yfir allt bakið á okkur fyrir 200 milljónir. Vá, ok, herru, þetta er nú bara okkur spurning á Stóni. Því að þú verður að hugsa þess 200 milljónir er life changing amount. Og maður sem horfður ekki á fótbolta og er ekki með neitt lið og svona, bara venjuleg maður sem er að horfa til með svona akkurat fyrir fram að lappa í Kringlunni, hann myndi ekki hika við þetta, hann myndi taka kannski meira þess að 500 skall fyrir þetta. En ég veit að þið gerir allt fyrir liðið ykkar. Ég held að ég gæti þetta ekki. Ljótt að segja það, sko. Ég held ég gæti ekki að vera með liðið fótboltamönnum að hlusta. Þú getur bara aldrei aftur verið beru ofan neinstaðar nema heima hjá þér. Það er staðan. Þetta er svo þannig. Já, hún er þannig fyrir ykkur. Já, ég verð að segja nei við þessu. Ég meina, segjum svo að ég fæ einhvern tímann að koma með til Vegas og við erum kannski á flöskuborði í Sundlaug, þá er ég líklega að bera ofan eða ekki. Þér var bóðið síðast og haugur það 40 hitti þar, sko. Ég get ekki verið með You Never Walk Alone á bakinn á mér, sko. Með fullir verðingu fyrir Liverpool og öllum þeirra stuðningsmönnum og þá get ég þetta ekki, nei. Vitið þið hvað strákar? Ég held að þið myndu brotna í þessari spurningu. Nei. Varst þetta lág upphæð? Herðu, djöfull hefur það gott. Þetta eru 200 milljónir, sko. Já, fyrir eiginlega, við getum aldrei bera ofan aftur. Orðan þannig, ég myndi gera þetta fyrir miljard. Þú veist það, þeir eru náttúrulega brjálæðir. Það er bara þannig. En þú veist, við aldrei aftur beru ofan almanna færi. Þetta getur þú gert það, þú getur bara orðið líka bara gest Liverpool maður. Nei. Já, það myndi ég ekki gera fyrir Liverpool. Það er ekki hægt. Ég veit að við sittum hérna eins og apar í dýragarði, en ekki hægan eins og einn. Ég er búin að hitta, ég á svo marga félaga sem horfa á fótboltan og vaki yfir þessu drasli og missi ekki að leik, þið eru vestir. Nei, sko, Stefán, þú mátt skiptu lið í NBA. Það er alltaf, öllu skipt saman það. Þú skiptir ekki lið í úrvalsdeildinni. Nei, það er svo leiðis. Þú skiptir bara aldrei lið í fótboltanum. Nei, auðvitað, ég meina ég er Newcastle maður. Já. Og ég er mikill Alan Shearer maður. Við sögum báðið nei, hvað er það með næst? Herru, þá er það önnur spurningi myndir fyrir Kes og hún er svolítið spennandi líka. Hún hljómar illa í fyrstu og svo er þetta eitthvað sem við þurfum að ræða. Það er með fyrsta spurningin, illa hrósaður, hún var góð. Hún var góð. Þú ert orðinn ágætur í þessu. Þetta er einni í stigareglunum, en reynda voru bara 10 stig en ekki 5 milljónir sem er núna í velun. Myndu við láta umskera ykkur fyrir 5 milljónir? Umskera sig fyrir 5 milljónir? Og málið það eru kostir við það. Sko, það eru flesti bandaríkjumenn umskornir. Já, en málið er að ekki allir gyðingar umskornir. En að láta hafa sig í það núna 35 ára gamall, að lappa upp á sjúkrahús, fara í svæfingu og það er skorinn af þig forhúðin. Svolítið seint finnst mér að vera að djöflast í þessu núna. Það var eitthvað sem sagði mér. Ég var að segja ykkur frá þessari reglu okkar í Suður-Ameríska að þú myndir fá 10 steg og myndir láta umskera þig. Þá var eitthvað sem benti mér á að þú verður að gera þetta sem krakki því annars er þetta svo rosalegu sásauki. Ég held að það sé vist mjög erfitt fyrir fullorðinn mann, Egill. Já, þetta er alltaf bara aðgerð, þú veist, það er í aðgerð. Er þetta hægt sem fullorðinn mann? Já, það er menn búin að fara í þetta. Já, það er fullt af mönnum. En ef Steinþór geti aðeins fara yfir eitthvað með svona pros and cons, menn ég að meta fyrir mig það svona. Já, sko, málið er alltaf yfirleitt alltaf að tala um hreinlæti. Það er svona þekktasta. Annars veit ég í rauninni ekkert munin, sko. Ekkert þannig sé, sko. Hreinlætið? Já. En þú getið þurft sleipið þú deitt heima að gera sem þú gerir best. Er þú með einhver óhreinindi þannig? Nei. Ég er alltaf eitthvað djöfst tippulegt það. Þú mátt ekki snúsi. Herðu, þú færð ekki að snúsi við. Ég er spenntur að fá að heyra þetta. Ok, þá vonum við allavega að þú farir í. Já, málega, þetta eru 5 milljónir.
Það er hellugs peningur. Ég myndi ekki gera það. En þetta er ekki einhver life changing amount, sko. Nei, ég ætla að segja pass við þessum. Sko, 5 milljónir er að fara í einhverja aðgerð. Það er líka á tippinu þér. Þetta er heilaðasti parturinn. Ég langar ekki. Ég vil segja nei. Þetta þyrfti að vera aðeins hæra allir myndað standi. Já, saman. Þannig að þú fær negativ. Aðeins hæra. Við ætlum ekki að umskera okkur. Já, segir mig þá, ég eða hvað, jú, okkur ekki. Tapar maður eitthvað á umskeris? Ekki neitt, eina sem að hugsa samt ef eitthvað fyrir úrskeiðis, þá er þetta þessi heila í staður. Já, sammála, ég ætla ekki að gera það. Þá er það þriðja spurning. Já, ekki eins og bann, ég ætla ekki að vera klúður á því núna. Ég ætla að halda áfram að tala deilan á okkur. Það er svolítið gaman. Það var einni stig í draumnum að fá sér piercing og ég veit að þið eru ekki piercing menn, þið eru korið með lokk. Nei. Myndu fá ykkur lokk í félagann fyrir 5 milljónir, sama upphæð. Þarf ég að vera með lokkin alltaf í honum eða má ég bara taka hann og svo tekja hann úr? Þú mætti taka hann úr en þetta myndir ekki gróa akkurat 100%. Ok, getur educata mig, hvar er lokkurinn nákvæmlega? Hann fer væntanlega gegnum þvagra, félagin minn var með þetta, þvagrásina. Félagin þinn niðri? Nei, það er svo góð. Það var alltaf til aðeins. Málega, eina, það sem ég hugsa strax, ókostundir eru náttúrulega að þú ferði gegnum svona vaktlið á flugvöllum. Þess vegna spyrir, má ég taka hann bara úr? Má ég setja hann bara í og taka hann úr? Já, ég held samt að það sé alveg mjög mikið vesen að taka hann úr og setja hann í þegar þú vilt. Að vera með, já, ég held að ég hugsa að ég myndi ekki gera þetta. Sko, þetta er svo 5 milljónir fyrir að fá, veist. Finnst þetta of lítill? Já, fyrir þetta standi þessu. Ríkið á hægri kantinu maður. Nei, alltaf lítið fyrir hann. Til að fá hring eða eitthvað piercing í penis 5 milljónir. Er það bara ég, er það ekki aðeins svo lítið? Ég meina, fólk er að gera það líka bara af því bara. Nefnd einn. Þessi vinnu minn. Vinnu, hvað, Siggi frændið? Hvaða vinnu gerði það? Þetta á til dæmis eina frændi, hann er með 3 hringa. Það er talað um þetta sé betra til dæmis fyrir kynlífið. Það er talað um það. Fyrir hvern, það er stelpuna þá? Ég væntalega fyrir hana, já, frekar en hann. Að vera með hring á ég hef aldrei heyrt að það sé bara hjálpa kynlífið. Ég held það, ég er ekki viss. Sko, málega er, sko, þetta eru 5 milljónir, sko. Fyrir hring og piercing á þetta svæði. Þú hefur þetta að setja svona 25 plus á þetta. 25 plus? Já, ekki 5. Hörru, ég ætla að segja nei líka. Það er ekki hægt að spila þetta með Rikka Ríka. Sem þýðir að við sögum nei við öllum spurningum þínum í dag. Hvernig veist það? Mér finnst ekki að koma sérstaklega mikið óvart nema þessi seinasta. Ég held þið myndu písa ykkur upp fyrir 5. Jó, myndi ég ekki gera. Nei, aldrei. Ég held það. Aldrei blöð. Jó, ég myndi gera. Ég ætla að segja já. Ánægði með þig. Létta 5 milljónir. Já. Þeir safna, hendur í það. Já, við erum ekki bara að sína það. Já, ég meina við getum aldrei sanna það. Nei. Það getur sínt okkur að það fara ekki með það í. Já, hvað græður á því? On the line. Hvað ætlar að safna 5 milljónir? On the line. Ætlar að safna 5 milljónir svo hann getur sínt hér og svo tippinu piercing. Hann getur sanna það. Ég ætla ekki að setja mynda með piercing í tippinu on the line. Höfum það alveg að hreinu, sko. Við skuldum auglýsingar. Veitingastæður vikunar á FM 957 er Krydd. Glæsilegur veitingastæður í hjarta Hafnarfjarðar. Æðislegu matur, geggjaði koktelar og frábært andrúmsloft. Kíktu á FM 957 á Facebook og þú getur nettir í gjafabréf fyrir 2 í 3 rétta máltíð á Krydd. Veitingastæð vikunar á FM 957. Tropical er góður, en Strawberry Lime er fáránlega góður. It's Rapper time. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Morgunmál, millimál, eftirréttir. Það er sama hvað, Óta Sólgrinn á alltaf vel við. Vissir þú að við birtum þína útvarpsauglýsingu samtímis á FM 957, X-inu 977 og FMX Classic. Þannig samkeyrir þú þína auglýsingu á 3 útvarpsstöðvum og nærðum leið yfirburðarhlustun í ungum og fjölmennum markhópum. Hvar er þín auglýsing að birtast? Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Það sést hverji borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgartúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Night School people! Universal kennir gamanmyndina Night School. Frá þeim sem farðu hver Right Along kemur drepfyndin mynd með Kevin Hart í aðalhlutverki. The issue is you're clinically dumb. There's no cure for what you have. Oh my God! I got learning herpes?
Night School, komin í bíó. Við erum með opið til klukkan 9 á virkum dögum og 7 helgar. 101 Spa, Laugavegi 71. Ef þú lætur gera þig Apple-tölvunni hjá okkur þá helst hún í ábyrgð því við erum viðurkenndur þjónustuaðili Apple. Það er bara þannig. Viss, Ármúla 7. Pool, burger og bjór. Biljardbarinn, Faxafinni 12. 5 staðir. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. E-kort. Þú getur notað e-kortið allan heim og á netinu. E-kort. Hæ. Ég er pínu stressaður því ég hef aldrei sett inn auglýsingu hérna áður. En annars er ég bara þrýstinn flottur strákur á fertugsaldri að leita mér að lífförunaut. Eftir 17 ára af ískaldum Salem í Hörðum hef ég verið reyklaus í 8 mánuði. Drykkjan hefur kannski verið vesen í gegnum tíðina, en hún verður ekki vesen hjá okkur. Ég hrýt á við svín í slátrun, en er opinn fyrir að kaupa súrefniskút og grímu fyrir þá einu réttu þarna úti. Ég hef gaman að því að spila Fortnite og aðra tölvuleiki við unga krakka út í heimi og vinna oftast. Hehehe. Ég kann ekki að elda, en ég bæti þá upp á öðrum sviðum, ef þú veist hvað ég meina. Nei, ég segi svona. Annars er ég bara geðveikt fínn gaur sem er geggjaður í sleik og spyr bara eina spurningu í lokin. Er ekki djamm í kvöld og djamm á morgun? Hehehehe. Gaf ég kannski upp og mikið núna? Ég sé þau undir trénu, sæta. Nú er ég hættur. Það held ég að þér að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Við erum í Fantagýr hérna í Kringlunni. Beinni útsending frá Kringlunni. Það styttist í dagskrárlið sem að ég er mjög hrættur við, en áður en förum í hann þá vil ég minna á Oktoberfest sem að er í Keiluhöllinum helgina á morgun, og það verður allt fljótandi í bola og starfsmenn í búningum og þeir ætla að fara að gefa pretzel, og svo verður líka 2 fyrir 1 af öllu á barnum frá 9 til 12. Þannig að happy hourin það er búið lengjan, þannig að það er Oktoberfest í Keiluhöllinni og Simmi er í Oktoberfest gallanum, eða ekki? Já, það verður líka svona þýska smápilsur og frýtt með öllu lítilskönum að krana og þetta verður geggja. Og segjum að lofa því að hann er í engu nema gallan. Já, ætla hann að vera bara í leatherhousen og bakinn undir. Já, það er vel gert. Undir. Og hann er með góða Sigmar, hann er með góðan ham, góða svona. Á þess að vera leiðilegu Simma, það er ekkert að fara að trekja mikið af fólki að sé ekki í neinn undir. Ég vil sé hamin á hann. Nei, við skulum ekkert að auglýsa það. Tjekkaðu hamin á hann. Já, til hamingi með hamin. En áðan fyrir að Egill var að tala við verðum að fara í spurningakeppni Gilsarans, það kom eitthvað glott á hann og það hræði mig. Nei, sko, þetta kom ekkert glott á mig, alls ekki. Bara Eru að fara eitthvað við? Nei, bara Ákveður brostir og þá sagðir, já, áfram gakk. Er þetta eitthvað gróft? Nei, en sko, málega ég er með King of Suður-Ameríka út af því að Suður-Ameríski draumurinn í kvöld. Já. Og þú veist, ég var að hugsa bara, hvað tengi ég einhvern veginn við Suður-Ameríku? Þú veist, það er að búið spurningin í kringu það og Ert þú kannski með sögum fordóm og allir áður? Nei, en sko, ég er einhvern veginn bara, þú veist, ég er bara svona að lesa yfir þetta núna. Ég get sagt reitt, Suður-Ameríka er bara með betri stöðum sem ég komið á. Allir hrikalega indalegir og kurteisir. En málega, þetta er mjög einfalt, þetta er bara spurningakeppni og minna, svo að segja, fleiri punktar vinnur. Ok. Þetta er mjög einfalt. Við þekkjum reglurnar, sko. Já, hefur þú drukkið kaffi í Brasilíu? Já. Það var mjög gott kaffi. Brasilískt kaffi. Hvernig var það? Mjög gott. Þú náttúrulega lærst ekki kaffi með það, en þú er ekki fengið það. Þú er bara fengið það. Nei, ég er bara ekki í kaffi. Hvernig svona berið saman kaffi þar versus hérna á te og kaffi hérna í Kringlunni til dæmis, þess að við sitjum hérna á miðju gólfis og trúðurinn eitthvað núna? Það er ekki rosa mun. Er þetta sama blöð? Já, ég finn ekkert rosalega mun. Ég er ekki kaffikall, sko. Er ekki munur það? Ég fæ mér bara kaffi ef ég er ógeðslega þreyttur. Já, ég er samanlega. Ég nýt þess ekki að fá mig kaffi. Ég fæ mig kaffi bara til að þrauka daginn. Ok, þið funduðu enga mun. Mér fannst það voða gott bara því að mér fannst töff að segja, held ég. Ok, þannig að það, þú getur alveg drukkið kaffi á Íslandi. Það er að segja basic að segja. Þannig að fyrir einhvern sem er hugsað mér lögum við í Brasilíu sem ég kaffi. Það er bara heima, klán. Já. Gæti þú verið á biffanum í good shit gear og hendi sexy salsadans? Já, sko, salsadans sem er mjög vinsæll í Suður-Ameríku. Já, ég get alveg nýtt með mér, sko. Já, ég veit, ég sko blöð út geggjaður dansari, en ég hef aldrei séð taka salsa. Nei, ég ætlum ekki að logi í því. Við kunnum ekkert að dansa salsa. Nei, talaði bara við þig, Steinþór. Ég get ekki verið, held ég, á biffanum að við geggjum gellum og hendi salsadans. Nei, mér finnst rosalega erfitt að ímynda mig bara í þessum aðstæðum líka.
líka Já, ok Það vera einan fullt að geggjöðum gælum á biffanum að taka dans, eru þið þar eða? Já, ekki Ég er eitthvað rugglaður En það er ok, þið er ekki sterkir í salsatnafnum Nei, við erum ekki með þá Ok Hefur upplifað þeir margrómaða Suður-ameríska japl Pæli á að sérta að segja þetta í beinni útsendingu Nei, ég hef ekki Og með þess að það er eitthvað verra við að sérta að segja þetta í kringlunni Já, gerir þetta eitthvað svo Ég sé bara, ég er að horfa núna á 4 krakka bara hérna Nei, þetta er Ég get alveg staðfest að þetta er negativ hjá mér Ég vil að vona þessi líka hjá Steinþóri Hann átti konu og badn með hennar var að móti Já, nú ennþá konu og badn Hver veit með það? Nei, þetta er nei hjá báðan Þetta er alveg rugglu Og við vissi ekki heldur að væri margróma Ok, það er negativ Það er negativ Báða þar Já Þannig að það er 1-1 Já Hefur fengið steik og raukt með gilsa á argentísku steikhúsi Já, það held ég Það er punktur á blöð þar Steinþór Já Hvernig varst þú með mér í Argentínu á steikhúsi? Í Argentínu? Já, við vorum saman í værbótinu Ég held að þú væri að tala um Argentínu steikhúsi Jó, Blondell, vorum í Argentínu í steik og raukt Þetta er ekki punktur á Steinda Til okkur með það Reyndur að þetta svindla Ég held að þú hefði sagt bara Argentínu Ég verð ekki með Argentínu hérna Nei, ég hef aldrei verið með þar Er búin að loka því? Já, bara currently closed Mér finnst eins og það sé stundum að þetta inn að það sé currently closed En já, til okkur með þetta var gaman hjá okkur í steik Okay. Hefur þú örfast kynfræðslega að horfa á Shakiru? Shakiru? Hver er það aftur? Hver er það? Það er sönguna, hún er frábæð sönguna Já, veist, ertu Mjög líklega Akkur orðar þetta ekki bara þannig að maður getur svarað Finnst mér Shakira myndalega og heit Sexy? Já, minnst það Punktur og blöð, hann hefur örfast Ég hef ekki örfast beint Já, ég bara Ef þú segir Já, veist Hún er með geggjum innbönd Vistu það, ég og allt þetta Ég fer á tónleika með Shakiru og sveppi frétti að maður er verið að pappi í fyrsta sinn á Shakiru tónleikum í London Íris hringdi hann, hann var hún eitthvað pyrruð út í hann og sagði bara, já ok, allavega, þú ert að vera pappi Hann kom til mín á Shakiru tónleikum í London bara, herru, ég er að vera pappi Þannig að Shakira, ég er góð með Shakiru Steinþór, getur þú googlað Shakira svo þú veitir hvað þetta er? Já, ég er búin að Hver veit ég hvað Shakira? Ég veit hver þetta er núna, ég er búin að gera það Ok, finnst eitthvað svona þekkt vídeo með henni? Ég er að taka hérna Er það að svara í dag? Það vita allir hvað Shakira, þú ert ekki að spila neitt Jú, mér finnst hún mjög sætt Örvastu? Ertu að örvast núna? Hvað eru að tala um að bara ég sem kom með semmarætt í kringluna því ég var að horfa á YouTube og vídeo? Það er punktur á Steinþór Það er 3-2 fyrir blöð Ok Er það ekki meira? Var ekki 4-2? Hefur þú hitt Messi? Já, ég hitt hann Og sér kemur að koma Ef svo er sannaða með mynd á Twitter núna annars ekki punktur Já, ég get það ekki Þetta er bara sem ég er með kröfur núna Ég er ekki að heyra, ég heit Messi mynd Á að gefa auðvitað þessa kepp líka eins og þið síðan Nei, þú varst að segja, já Ég er með það hérna á Instagram, þannig ég þarf ekki að setja á Twitter Jú, screenshotu það bara og setja á Twitter Nei, það þarf ekki Svona, þetta er punktur á mig Má sjá Þú hefur alveg séð sem mynd, hvað er þetta? Já, þetta getur pappaspjald Þú er það gott útvarp Þetta er ekki pappaspjald, gott með næstu spurningu Ég getur ekki screenshotu þetta og setja á Twitter Ég er eiginlega sko geggjaðar útvarpsmenn Nei, ég ætla ekki að gera það fyrir punkt, ég viðurkenni það Ég get eiginlega ekki gefið punkt fyrir hún að gera það Þetta er bara screenshot og setur á Twitter í flóki sko Ok, ætla að sleppa punktum Ok Notaður tækifærið með að varst í Kólumbíu og smakkaður á frábæru heimaræktuðu Yeyo? Nei, það gerði ég bara ekki Nei, við gerum það ekki Bara, og engan áhuga Spurninga, þegar ég held að keppni geti ekki verið rugglaðari þá kemur við með Yeyo í Kólumbíu Þetta er skrýtnasta spurningi keppni sem En þið voru það er það ekki? Jú Við vorum ekki að taka inn einn ólögleg efni Við vorum að taka upp sjónvarpsseríu Er það ólögt þar? Já, þetta er þetta ólögt þar Það er við bara verið út og kóka Það er í Kólumbíu að taka upp sjónvarpsseríu Ok Sko Þetta er 3-2 fyrir blöð Já 4-2 Sko, blöð fekk ekki punkt fyrir Messi Já, Því neita að setja myndin inn á Twitter Já, ég skilja Mjög steikta reglur Ok Já Þetta er eiginlega Sleppti frekar að spyrja þig út með eitthvað viðbjöð þarna Það var bara að segja þetta gott Já, þessi er rosalega erfið Já, ég ætla að segja hana Þetta sé bara að koma gott held í hjá okkur Já, sleppti mig
Það er flott. Ég var vitnaði þegar þú ritskoðaði sjálfa þig. Ef að Egill ritskoða sjálfa sig þá er þetta einhvers það mikill viðbjóður og við ætlum bara ekki að hleypa í sig loftið. Spurningakefnin er búin, takk. Elsku vinir, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum með beinni útsendingu fyrir utan Vodafone í Kringlunni í tilefni þess að Suðuramski draumurinn er sýndur í kvöld í opinni dagskrá og það er komið að hans mati virtasta dagskrálið þáttarins frá upphafi. Já, eini dagskrálið sem hefur hann hefur fyllt okkur öll þess ára, hann heitir Sturlaðar staðreyndir og jákvað að vera með eina sem er líka lígi, af því að það gerir ykkur spenntari fyrir dagskrálið. Það er svolítið skemmtilega. Já, það er eiginlega skemmtilegra, ég viðurkenna. En sko, það er þannig með Sturlaðar, ef ég sé að þeir eru góðar, þá hendi ég þeim inn. Já. Og þær eru góðar í dag. Eru þið tilbúinir? Egill, ertu peppaður? Já, ég er ópeppast alveg. Það er gott. Fyrsta Sturlaðar staðurinn dagsins, það hefur engin stund að kynlíf í geimnum. Já. Það er Sturlaðar staðurinn. Sko, ertu að tala bara... Geti einhver orðið fyrstur? Sérst, 2 manneskjur saman. Já. En betur, hvernig vitum við það samt? Kannski voru einhverju geimfarar. Já, það er allavega ekkert, þú veist, nei, ég held að sé... Það er oft... Það myndi NASA vita það ekki, það er ekki sama bara með sjálfu þér, það er ekki tekið með. Ég veit ekki, ætli það sé, má það? Ætli það sé. Ég get lofa því að þetta geimfari, það hefur geimfari stundar sjálfsfróun í geimnum. Já, það voru mörg ára núti, sko. En ekki kynlíf. Nei, en það er kannski 12 mann sem fara saman í einhverju geimskullu í svona 3 ár. En byrju, er hægt að stunda kynlífið? Það er bullandi vesennan í geimnum, held ég. Já, ég er ekkert vesen að sé hægt að stunda kynlífið í geimnum. Eða ekki? Já. Nei. Akkur heldur sjálf þegar þessum búningum og... Nei, þegar þú ert lausin í... Þeir eru ekki séð þeirra geimfarnir að fá svona borðabusta tennur og opna og flýtur. Þeir eru bara... Þú ert ekkert í búningnum inn í geimskipinu. Nei, inn í geimskipinu, tísast, inn í... Hvað er þetta? Geimskulla? Geimskullinni, en getur þú stunda kynlífið út svona fljótandi the air? Já, það er bara það geggja og stundar kynlíf í loftinu, grípur í viðkomandi og... Já, reyndar getur verið heitt, sko. Ég held ég aldrei pælt í þessu fyrir núna. Nei. Ég held að það sé búið að stunda geimkynlíf. Já, ég held að það er bara ekki official. Það er ekki official. Græni kódin í Matrix, muni ekki, græni textin sem var alltaf annað bakvið. Já. Muni eftir því honum. Já, sem er dettandi niður, þetta eru sushi uppskriftir. Þegju þetta pjallaðir hvað það tala um? Sushi uppskriftir? Já. Alveg sushi uppskriftir? Já, bara græni textin sem eru svona falla á bakvið í Matrix eru sushi uppskriftir. Og mér finnst þetta reyndar í alveg merkilegt. Já, það eru bara góðar í dag, sko. Þetta eru magnaðar. Og byrju hann að þú ert að horfa á Matrix. Já. Og hann er bara, við erum að horfa bara á... Og það er alltaf... Já, bara einhvern geggjaðan kapla, bara hann er að breytast úr því að vera bara neon eða hvað sem hér. Neon? Já. Og bara fullur, bara skjárin heimahjöður er tróðu fullur af sushi uppskriftum. Já. Það er ótrúlegt. Næsta, íkornar selja sig. Þetta er vændis íkorni? Já. Selja þessi? Það eru vændis íkornar, já, selja sig fyrir hnetur. Getur þú að fara að keypt íkornar bara þjónustans? Hvernig virkar það svona? Ég held að það sé meira að leita frá öðrum íkornum. Ég held að það sé engin menn að skiptast á hnetum fyrir kynlum íkorna. Ég ætla að vona ekki því að það er ógæslegt. Og flokkast undir dýranið. Hvernig virkar þetta? Setur bara, hann kemur þá, setur hnetun niður. Þetta er bara íkornar sem að gera þetta sín á milli, sko. Ég veit ekki hvernig gera þetta. Ok, Steindir íkorni núna. Já. Og hann á hnetu. Nei, mér vantar hnetu. Sem að þú eigi hnetu. Blöð er íkorni, hann á ekki hnetu. Hann skottst upp á þér og segir eitthvað á íkornamáli, ég vil langar þessi hnetu. Þetta er náttúrulega bara svolítið eins og mennsk vændiskona. Já, hvernig virkar það? Stundum við bara kynlið fyrir hnetuna. Já. Kynlið fyrir hnetu. Það þarf að útskýra fyrir eitthvað hvað er að selja sig? Nei, þetta er bara... Ég finnst að þetta getur verið hrossaskíturinn. Já, mjög líklega. Nei. Þá er það næsta og þetta er rosalegt og þetta mun hræði ykkur drengir. Já. Því að okkur finnst ekki langt sen en 1994 var. Já, nei. 1994 er jafn langt frá núna og 2042. Já. Það er sturglu staðrind. Sko, hvað varst þú ekki 94 blöð? 94 og bjóði á króknum, 14 ára. Lífið lék við mig. Hvernig var svona basic dagur í blöð? 94 Og vaknaðir? Á mjög ástfangin. Varst ástfangin 94? Þetta reiknistæmi gengur alltaf ekki dög. Ég var svona rómagur. Af hverju varstu ástfangin 94? Ég var alltaf rosa skotin eitthvað. Ég hóði mikið að Beverly Hills á þessum tíma. Það finnst ekki að gera samt eða eitthvað. Það var ekki að gera það, sant? Eða þú veist. Ég átti ekki kærustu 94. Nei. En já, ég var mikill Beverly Hills maður. En hvenær var mómentið með þú röltir hann yfir götuna og ætlar að fara í sleik, mástu þess og... Það er í kringu 94. Já. Þá er ég í vesenni, þá er bara viðkennast. Og talandum aldur, í dag er það elsta sem að þú hefur verið og þá yngsta sem þú munt verða. Já.
Hvernig finnst ykkur það? Byrju, hvað segirðu? Ég datt út. Í dag ertu það elsta sem þú nokkuð tíma verið en það yngsta sem þú mynd nokkuð tíma verða. Segir það ekki basically sjálft eða? Já, en samt fæ maður til að hugsa. Já. Hvað er það að rakita niður? Nei, bara þú veit, ok, Já, menn ég var aldrei yngri en í dag. Nei. En ég hef aldrei verið eldri. Nei, þetta er nefnilega alveg magna. Takk fyrir að taka undir þetta. Aldrei verið eldri. Þetta lætur mig vilja bara labba hérna Kringluna eirðalaus og bara vilja láta ykkur kvísla í eirðaða með vallega tilgangi lífsins. Það er para leiðast og get ekki gaggrina það. Er það ekki weird eða? Akkur? Para leiðast? Já, það er fullorðið fólk að leiðast. Ég leiði oft kærustunum minna. Fólk er bara í Kringlunni að vesla að leiðast. Ég leiði oft kærustunum minna. Ég er bara að velta þið fyrir mér. Ég er að velta spurningu fram núna. Akkur er svona bæltur? Fólk er að leiðast. Já. Fólk gerir það. Ég lappa oft með kærustunum minni og ég leiði hana. Ok, ég er samt bara að setja hann núna í 2 klukkutíma. Þetta er fyrst getið sér fólk leiðast, sko. Þetta er ekki algjörn, þetta er ekki allir sér að leiðast þinn einni, sko. Nei, en leiðir þú aldrei gerðist þinn? Fyrir að labba saman. Ef það er fólk sem situr annað hvort öðru í sleik hérna, það er óþolandi. Já, ég var hreinskil, ég hef ekkert mikið verið hrifin að leiðast í gegnum tíðina. Svona gegnum tíðina, ég veit ekki af hverju. Ég er alveg svona leiðari, sko. Já. Ertu leiðari? Já, þú veist. Aldrei á æfinni séði leiðar eitt, sko. Nei, reyndar. Þekki það heil lengi, sko. Nei, það er alltaf að lappum og leiða. Á hvernig segið ég aldrei leiða þegar þú ert í Kringlunni? Þegar þú segir það, þá er ég ekkert að leiða. Nei, aldrei, ég aldrei segir það. Ef kona mín tæki hendur á mér og við vorum að labba þetta, ég var ekkert Þannig kona leiða barnið sitt? Já, barnið sitt sem er 30 ára. Ég leiði barnið mitt mikið. Það eru aðdáðast mótur áfram. Já, það eru 15 milljónir manns fulli núna. 15 milljónir? 50 milljónir. 50? Fullir as we speak. Í góða heiminum. Já, í góða heiminum. Ég væri til að vera þar með þeim. Having hell of a time. Þetta segja eitthvað fólk núna á diskoteki akkurat núna. Já. Með lasershow. Já, alveg bóttið. Með lasershow, myndið þið langa það? Og með að við sitjum í Kringlunni eins og trúðar. Já. En ég get lofa því að akkurat núna er enginn á tónleikum með bassandur vinninum. Nei, hann er ekki að spila. Hárið það vex hraðar þegar þú stundar kynlíf. Hárin? Já, þau vaksa hraðar meðan þú stundar kynlíf. Akkurat á meðan. Það þú ekki að fara að gera meira af því? Og nú spyr, já, þess var helviti góður. Nú spyr ég. Þetta var geggjar úr stenda. Hvað að þessi var kjartaði? Nenni að segja næst síðast aftur. Það er engin stund að kynlíf í geimnum. Matrix kóðin er sushi-uppskriftir 94 jafnland frá 2042. Í dag er elsta sem verið og allt það. Það er íkvottan selja sig. Háruðu vex hraða þegar þú stundar kynlíf og það er 50 miljón manns fulli núna. Ég ætla að segja það er annarkort að þessi 50 miljón manns fullir. Það er erfitt að ákveða þá tölu. Ég ætla að segja Matrix og Nei. Þeir hafa verið að gera það í ykkur fjöri. Það er fyllir í það. Það er ekki 50 miljónir manns fullir. Fyrir mér er þetta annarkot íkorni eða hárið vex hraðar í kynlífi. Ég þarf svar. Annarkot ég segi að hárið vex hraðar í kynlífi. Nei, rugli var íkorni að selja sig. Anskoti, já. Auðvitað gera það ekki. Auglýsing. Nú eru allir að taka sér taki eftir sumasukið og við erum auðvitað til staðar fyrir ykkur. Við ætlum að hjálpa þér að breyta lífstílnum og komast í fanta form. Fylgstu með á FM 957 og þú getur nælt þér í kort í World Class, krillolíu og organic beetroot frá Nature's 8 sem er hágæða bætiefni fyrir íþróttafólk. Popcorners, ekki bara holdt, heldur líka gott. Gjafabréf í infrared sauna eða kollagen ljósameðferð í stjörnusól, 10 tíma ljósakort í sportsól og heilsupakka frá Sportlíf á samt gjafabréfi á lokal í hotlan og feskan skyndibita. Komdu þér í form með FM 957. Einn þegar ég vakna og annar eftir hádegi til að halda brennslunni gangandi allan daginn. It's Ripper time. Quesadillas, burrito og taco og bragðlaukarnir verða alveg loco. Serrano, fresh, happy, max. GóGó er komið í verslanir. Það eru stjörnudagar á Subway sem þýðir að þú fær 12 tómmu bát og miðstæða gósi á aðeins 1099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway. Hey þú! Já, ég er að tala við þig. Er kveikt viðvörunarljós í mælaborðinu? Kíktu til okkar og við lesum að bílnum fyrir þig. Bifreið.is, Hjallarhraun 4. Night School people! Universal kennir gamanmyndina Night School. Frá þeim sem farðu ykkur right along kemur drepfyndin mynd með Kevin Hart í aðalhlutverki. The issue is you're clinically dumb. There's no cure for what you have. Oh my God! I got learning herpes? Night School, komin í bíó.
Það er svo gott þegar hlutirnir einfallega ganga upp. Viðbótar húsnæðislán framtíðarnar hendar vel með láni frá banka eða lífeyrissjóði og getur hjálpað þér að láta dæmið ganga upp svo þú getur keypt fasteign. Kynntu þér tækifærin á framtíðin.is. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður, Skólavörðustíg 18. Orkudrykkur sem brennir fitu. Sold. It's Ripper time. Bátur vikunar á Kvistnos hunang sinnepskjúklingur á aðeins 699 krónur. Kvistnos, við erum á Ólís. Varmadælur, hagkvæmur kostur til upphitunar fyrir norðlægar slóðir. Verð frá aðeins 155.000. Kælitækni. Fáðu nýja sokka innum lúuna í hverjum mánuði. smartsocks.is. Besti hvíti rússin í heimi á Lebowski bar. Bifreið.is, varalhuttir og verkstæði með allt fyrir þýska bifreiðar. HGA varalhuttir og þjónusta í 18 ár. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Fyrir að hlusta FM 95 Blö á FM 957 Öðum Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Róar Steinþórsson með ykkur hér til 6 í dag í beinni útsendingu frá Kringlunni eins og við komum við áður inn á. Já, rúlustíðanum. En byrju, sko, hvað varst að segja mér þetta rétt áður en að þetta lag Ég var að segja við þig að ég var að munið eftir þegar King Einar Mikael tók hennan töframann og pakkaði hann saman þinna. Nei. Þetta er eitthvað. Hvað var það? Já, ertu að tala þetta töframæður sem hann kom með til landsins? Já, ég meina, veist, King Einar Mikael, þú finnur ekki harðar aðdáðan mig. Nei. Ég er a huge fan. Ég elska hann. Fórstu á sýningun hans hérna í bíónu? Nei, ég er búin að horfa á alla þættinu votinu með honum. Af hérna, og svona örgulega 100 sinnum. Já. Að mínu, sko, ég þekki töframenn. Ég set Einar Mikael sem svona top 3 í heiminum minn. En núna öllu kannski slepptu, flokkast Einar Mikael undir, hann, gæti hann farið út og keft í svona þáttum, eða? Hann alveg það öflug? Já, hann sjónkværingamæður. Ég fór á töfrasýningu í Vegas og, veist, persónulega veist mér ekki mikil munur sem Einar Mikael að gera á þessu ég sá það, sko. Ekki neitt. En þú varst að segja mér að gaurinn sem hann flutti yngur til landsins var að vinna með eitthvað talent. Máli er að Shin Lim, L-I-M, Shin Bill Lim. Þú spesnafn. Hann hérna, sko máli er, þetta er alltaf geggjað, sko. Einar Mikael fekk hennan Lim til að koma hérna, til að koma á klakan og dílaði við hann að taka 25 sjó landið. Fara á Fáskursfjörðu og síðan myndu rúta yfir á, þú veist. Patrísfjörðu og síðan Ólafsfjörðu og þú veist allt þetta. Það magna, hann hafi verið hérna og var svo að vinna bara með eitthvað sko talent. En máli er Einar Mikael, hann vil kongur, sko. Hann sagði við hennan Lim að, sörðu, við tökum 25 töfrasýningar, þú fær 5 kúlur. Hörðu, síðan rúntaði með hennan trúðum all landið og 5 íslenska kúlur. Og leta hann ekki fá hennar krónur, sko. Hvað veist hann það? Var það 5 íslenska kúlur? Já, 5 miljónir. Já, hann var að fá 100 miljónir bandaríkjadollara. Besta comedy var að Limurinn held að hann væri að fara að gista á okkur luxury hotels og skóplaði Einar Mikael hún bara á, hérna, bara á gólfið hjá frænda sínum. Bara á dínu. Það var að svoleiðis, já. Hvað veist þú svona mikið um það? Varstu með Ég bara fylgjast með þessu máli mjög lengi. Og ég var harður Einar Mikaels maður, sko. Og gæða pakkar þessu gæða saman. Og máli, þessi gæði fyrir af klakanum og heldur áfram að reyna fyrir sér. Nema hvað? Spólum núna ár fram í tíman. Hann var að vinna America's Got Talent. Og fær fyrir það 105 miljónir þegar ekki? Hann var að taka 110 miljónir fyrir að vinna America's Got Talent og til fólk fatti, sko, Simon Cowell dómari og Heidi Klum. Sérst, Limurinn, Shin Lim, eftir að Einar Mikael tók og pakkaði hann saman, rúntaði með landið og þá var hann að vinna America's Got Talent. En pæli í muninum, hann ætlaði að koma hinga fyrir 5 miljónir, segir þú? 5 miljónir, hann var að vinna 100 miljónir bandaríkjadollara. Veistu hvað þetta er? Ég myndi halda á. Er velunni bara 1 miljón? Ég meina, já. 110 miljónir. Og Sæmon hann enn að standi í þessu rugli. En þú átt á einu, Steinþór, þú vinnir 1 dollara. Sko, að vinna America's Got Talent. Já, hann er að fara að setja bara sem eigi sjó og hann er bara komið að giggi Vegas og hann var í Ellen og... Skilur, þetta 110 er bara klink með hvað hann er að fara að rækja inn. Þetta var ég að spáði, gæti Einar Mikael fara og tekið þátt í þessum keppni líka? Hann er ekki á sama leveli og þessi Shin Lim? Sko, máli eina sem, sko, mín faglega gagnrýni sem sérfræðingur töframenn, sko,
þegar að Einar Mikael fekk sjenlim daginn sko, hann það góður þessi gæi, hann geggjaður. Ef hann bara eitt smá budget í auglýsan. Og það til dæmis, ég hafði til dæmis ekki hugmyndum þessi gæi bara á klakanum. Hann bara að sína fólki nokkur trikk á YouTube og hann fyllt hvaða kofa sem Sérstaklega fyrst að gaurinn svona góður og það líka held ég rosalega munu fyrir þennan náunga að vera að ferðast á einhverjum rauðum pallbílum landið og gista á gólfinu hjá frændans Einars Mikael og vinna America's Got Talent. Sko ef Einar Mikael að fara svolítið úr ökla í eyra. En málega út Einar Mikael, þetta hefði geta verið cash cow fyrir Einar Mikael. Ef hann eitt smá cash í promo, aðeins að auglýsa sjenlim, þá var Einar Mikael núna á snekkjökustar held ég. Það langt sem maður hefur heyrt í Einari. Hann allavega, við erum allir harðið Einar Mikaels menn sko. Hann tók sann að gæja og hann pakkaði hann saman sko. Já, það svolítið þannig. Hann sendar í burtu með ekki 1 krónu. En nú ætla ég samt að segja eina skoðan sem kannski ekki vinsælja þér Egill. Ég bara ekki það mikill fan af töfrasjóum. Ég fór og sá David Copperfield í Vegas og það var bara hundleiðilegt. Já, ég var ekki reynaði. Varstu nýbúin að tapa í Blackjack eða? Nei, hann lét eitthvað bíl hverfa og mér finnst það bara ekkert merkilegt. Ég fylgist mjög mikið með töfrasérunni. Ég veit að var sko ársáttur töframanna, hún haldin árlega. Ég fylgist með gerðist eitthvað þar? Ég veit ekki það en það allir helstu mæta. Þannig að það alltaf rosa stutt í sprelli hjá þessu strákum. Þetta eru stutt í glensið. Er þetta glensar það? Já. Hvað verið að gera á ásatíðum töframanna? Það náttúrulega bara alls konar, verið að frumsýna ný trikk og bara ljósið slögt og það eru þurrís og stemning. Það var ekkert með daginn, það var einn sem að lét félagann hverfa eða ekki? Jó, það var svo leysjú. Og hvar var hann? Ekki vera leita að tjá mig þetta mál. Skulum fá okkur gott lag og svo Egill með hvort myndur frekar hér eftir stuttastund. I fight the world, I fight you, I fight myself. Nákvæmlega ekkert af þessu lagi, Kendrick Lamar og The Weeknd þig ekki, held ég alveg öruglega, en það komið að Gilsaranum, hann ætlar að sjá í dag dagskrárliðin hvort myndur frekar. Og er ég að fara með rétt mál þegar ég segja þú hefur ekki oft verið með þennan liðið það? Einu sem þetta bara? Occasionally, ok, þú hefur verið með náttan einu sinni. Já, það er svoleiðis. Já, bara svona ekki oft. En þú var að sjá hann í dag, þannig að já, og góða skemmtun. Sko, þetta virkaði þannig að ég spyr ykkur og spurninga og þið veljið sérst hvort þið myndu frekar vilja. Já. Þið kunnið þetta ekki. Kannt ekki dagskrárliðina? Já, ég er útskiptað fyrir ykkur. Já. Þetta varst að útskýra hvort myndir frekar. Ég er með 4 Já. Og ég ætla að krötta eina út. Já, veldu 3 bestu bara. En ef við taka tempo og alla 4 bara, betur þig. Já, akkur ekki. Ok. Hvort myndir frekar vil eiga geggjaða nótt með Rikka G eða Hjörvar Hafliða sinni? Er þið nóttin jafn geggjuð? Nóttin bara geggjuð punktur. Þetta skýtin spurning. Þá maður farin að hugsa hvernig þá þú svona eftirmálandin að þessu? Hver þægilegri svona bara þú veist hvort þægilegri að díla við Hjöppa eða Rikka daginn eftir? Ég held að munurinn væri rosalega sko annað yrði passionate love og hitt yrði bara einn af gamla skólanum held ég. Ég held að Rikki sé svona mýgri í Rikki meiri svona lover. Já, lover not a fire en að Hjöppi gamli. Hvað er það að kalla Hjöppa eða? Hann myndi vera aðeins grimmar held ég. Ég ætla að taka bara Rikkan. Ætla að hafa bara kósi. Rikki, ertu á það? Nenni ekki að láta að refsa mér. Já, því miður, þá er ég þetta. Það bara hafa það bara eitthvað kós. Því miður, ég gæst þig, Rikki. Já, takk samt. Þú basically að segja að kynli með Rikka sé bara svona kósi. Það er bara kósi, það er ekkert svona. Það er ekkert endilega slæm. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Hæ, þetta er Sara í Unique. Komdu til okkar og fáðu þér ný föt. Þú átt að svo skilið. Unique, Kringlunni og unique.is. Orkudrykkur sem brennir fitu. Sold. It's Ripper time. GóGó er komið í verslanir. Haustið er komið og hvað kemur þá næst? Slepptu biðröðunum og bókaðu dekkaskipti á n1.is. N1 alltaf til staðar. Night school people!
Universal kennir gamanmyndina Night School. Frá þeim sem farðu okkur right along kemur drepfyndin mynd með Kevin Hart í aðalhlutverki. The issue is you're clinically dumb. There's no cure for what you have. Oh my God, I got learning herpes. Night School, komin í bíó. Celebrating David Bowie, vinir og félagar Bowies, heimsklassa tónlistamenn og sérstakir gestir á tónleikum sem spanna allan fyrir Bowies í Eldborg Hörpu 7. og 8. október með Sinfonia Nord og kór. Miðasala á harpa.is. Fly Me to the Moon, bráðfyndin gamanleikur eftir höfund með fulla vasa af grjóti. Miðasala á leikhúsið.is. Vissir þú að við birtum þína útvarpsauglýsingu samtímis á FM 957, X-inu 977 og FMX Classic. Þannig samkeyrir þú þína auglýsingu á 3 útvarpsstöðvum og nærðum leið yfirburðarhlustun í ungum og fjölmennum markhópum. Hvar er þín auglýsing að birtast? Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Afmælisháttíðinni í Tech og Habitat lýkur á sunnudag. 20% afsláttur af öllum vörum. Tech og Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Já, Sleginu komin upp, við duttum úr loftinu maður. Við duttum úr loftinu, það hefur verið einhver snáði hérna í Kringlunni sem við keypt okkur hérna úr sambandi. Já, nettengingin datt út og við vissum ekki eins og að því, við vorum búin að kannast í búin að klára þetta. Og bladur í ykkur svo 10 myndir á föttu sko. Hvar vorum við stattir? Rikki vildi meina að það hafa komið að næstu spurningu í kortmyndur frekar, við erum búin með hann. Búið með Rikki og Hjöpa. Rikki, er það rétt? Já. Rikki, passa það ekki, ertu þarna? Passar. Ok, við vorum báð búin að velja þig. Já, eins falleg og það hljómaði. Cozy kynlífs eins og ég verður í Þýskaland eftir helgina. Já, en þegar við tölum að það verður cozy með þér, er það eitthvað svona, var það vill að segja okkur? Ertu grófur eða? Herru, hendið ykkur bara í næstu spurningu. Það er mjög vandræðilegt að þið séu að tala svona saman, þeir eru að fara saman til Þýskaland sko. Þið verið saman í herbyggið, ekki? Spila golf. Hérna, ok. Ég var að vara við Richard að blöða á til að labba nakin og reyður aður nú liggur svo. Hann er sexambi sko. Já, það er ekki til. Næsta spurning. Ok, sérst ég búið með einu spurningu. Já. Ok, nú er ég komin á 2. Ok. Spurningin er, eiga apa og fá 350.000 krónur á mánuði fyrir það, bara stendi. Já. Eða mega aldrei klappa apanum aftur. Þetta er ógeðslega létt spurning. Þetta er heimskulegasta spurning sem hefur verið í þessum þætti. Hvað meinar þú? Auðvitað myndi ég frekar vilja eiga apa og fá 350 skall fyrir það. Ég var til að eiga apa þó ég fengi ekki borga fyrir það, í staðinn fyrir að mig aldrei klappa apa aftur. Nei sko, klappa apanum aftur. Hann að tala um bara félagann sko? Já, ég veit það. Hvað græði ég á því að mig aldrei klappa honum aftur? Sko, ég græði á hinnu að fá eiga apa. Það er að sjá hann? Sko, já, sko, 2 valmöguleikar. Bara svo um hund. Sko, vil þú útskýrta betur? 2 valmöguleikar, ok. Öðrum meginn ertu með lítinn apa sem þú átt og það 350.000 krónur á mánuði fyrir að bara gegja. Já, hinum meginn mátt þú aldrei aftur klappa þínum eigin apa. Þannig ef ég fæ apan, má ég það ekki klappa mínum? Veistu hvað ég er að tala um með því að tala um apa? Já, ég veit hvað þú ert að tala um þegar þú talar um apa, en þetta, dagskrálinn heitir hvort myndur frekar, þú veist það. Þannig að hvort myndi ég frekar vilja eiga apan eða aldrei klappa apa aftur. Viltu aldrei aftur á sunnudegi vaknar eitthvað svona, þú veit, búin að hella í kvöldi og langar að klappa apanum? Jú, mér langar. Nefnum við plís að fara á næsta spurningu. Ég næs ekki það, þú ert svo vill. Þetta tala um að það er bara úr sokkunum og öllu. Bara að hitt sunnudag að tekja í þetta. Helst þetta í hendur. Ég bara sko, þú má velur, annarkvort áttu apa. Já, og má aldrei klappa mínum aftur. Ef þú mátt aldrei klappa þínum apa, vakna þunnulur og opna fartöluna og allt þetta. Þá vil ég náttúrulega frekar eiga apa. Við viljum báður eiga apa, við viljum klappa okkar apa. Og aldrei aftur klappa ykkar apa. Helst það í hendur. Við skiljum þetta. Það er svona vittlust maður. Jesus Egil, þú ert ekki svona heimskur. Dagskrálinn heitir hvort myndur frekar. Við þurfum að segja að hvort okkur myndur frekar. Það þarf að vera valmöguleiki, þetta má ekki haldast í hendur. Þú skilur ekki eigin dagskrá. Ok, þannig að þið ætlaði að velja apan. Já. Ok, fyrir næst spurningu. Sköllóttur eða aldrei aftur upplifa aðfangadag með fjölskylduninni? Ég er sköllóttur. Ég myndi aldrei vilja upplifa aðfangadag.
Já, einmitt. Það var helviti Ég myndi sleppa því Klukkan 6 á aðfangadag Þegar bjöllurnar hringi inn Þá væri ég frekar einn heima hérna En sko, hvernig var ég að svara þessu? Ég er náttúrulega sköllóttur. Já, sko Þannig ég hlýtt að taka það Þú ert samt ekkert completely bold Víst, ég tek bold og ég er sköllóttur og það er bara mjög góð jól. Já. En þú ert samt ekki sköllóttur Víst er ég sköllóttur, hvað er það? Þú ert ekki alveg sköllóttur Steinþór, förum að segja yfir þetta Steinþór, alltaf þú sést að velja það Þú vilt frekar aldrei aftur upplifa aðfangadag með familíunni Þú ert með full set of hair Það er hárrétt hjá þér Já, einmitt Þannig er staðan Er þetta búið það? Nei, ég reynd eftir Ekki bursta tennurnar í heilt ár Já Það er viðbjöður Eða vakna alla mótna með það að Hjörvar Hafliðason sest mjúklega á andlituðar Sérst að hlamma sér ekki Þetta er svona tiltöla svona mjúklega Hann bara svo tillir sér í rólegheitunum einhvern veginn Þannig að þú finnur og geta raskominana En er hann í fötum? Negative Nei, þá bara slepp ég að busta í 1 ár Ég ætlar ekki að busta tennurinn í heilt ár Að vakna hverjum degi Þú vaknar ekki hverjum degi með Bara svo veitur, þetta er fyrst og síðasta sinni sem þú fara að sjá hann Aldrei verið Ég held þú ráður ekki við hann að lið Hann ræður ekki við hann Þetta er ofstólið fyrir því Og hann vissi ekki eins og hvað hann var að spurja hann Nei Hvernig hægt er það svona heimskum maður? Ég er ekki hiss og sett alltaf svona glaður Það var að Ákveður horfður ekki á það sem þú ert að borða Egill Einarsson Við vorum að lendi í rosa Egill, í hverju varst að lenda? Ég var að lendi í versta moment aðeins Hvað var að gerast? Fólk mun halda ég að vera að ljúga sem að hlusta núna Nei, þetta er satt Út af því að það er pop út allt hérna Ég var búið með minn popboka og ég kom inn á það hérna í viðtal áður að ég er með djöful sem ég er að draga hérna með mér að ég tek stundum í vörun og ég fór í poppi mitt sem ég var búin að losi Ég sverða það og tók pokan upp í sig Þú beist í munntóbakspokan Ég var bara ekki horfun í pokan Og hvað varst að segja núna? Á þetta að vera svona blöð? Í fyrsta lagi blöð Af hverju er vör onni í poppokanum? Því í fyrsta lagi þá er ég búið með mitt pop og losaði þetta ruslapóki hjá mér Þú ert búið með 3 poka Það er botfylli af poppi hérna og ég setti þetta upp mig hugsaði með það er blöytt popp hérna Af hverju er blöytt popp hérna? Opnaði munnin, spýttu sér lóan á mér og það var munntóbakana og ég hef aldrei liðið verið á æfinni En þú jafnaði þessu sko, Ég þarf að æla Nei, kostinu við þetta er að ég er með svona sænska póka Þannig að þetta verður miklu verða að þetta verður íslensku ruddi eitthvað sko. Ég veit þetta, þú varst náttúrulega jafnla á þessu sko Já Það er áfragak Þú styrkist við þetta En þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Í beinni frá kringlunni og strákar þetta er búið að venjast Þetta er ekki lengur óþægilegt Nei, mér finnst ekki lengur óþægilegt sitna Mér fannst það áðan Það fannst það eins og verður svona circus monkeys Fyrstu 10 mínútur voru hræðilega Það gæti alltaf hort í augun af fólki mann leið eitthvað svo asnalega En ég finn ekki fyrir þessu Nei, svo er þetta bara allir rétt Það er enginn að spá í okkur Það labba bara allir fram í Við erum búin að gefa hérna einhverja 500 popboka sem eru merktir Suður-ameríska draumnum Þökkum alla kellaði fyrir að koma hingað í dag og gefa okkur high five Já, því að Suður-ameríski draumurinn það er fínt að koma inn á það hérna í lokþáttar að hann er í kvöld klukkan 20 mínútur yfir 8 í opinni dagskrástöðu þannig að það er engin afsöku fyrir að horfa ekki og við lofum góðum þetta Ég verð bara áhört ef einhver kemur að mér og segist ekki að hafa hort það er bara að vera pirrandi Það verður viðkynst, ég er bara pínu svektur líka Það er bara fullur og reiður Sko, herru, talandi fullur og reiður Ég ætla að reyna að haga mér í kvöld en ég er að fara á Pop TV hitting Við erum að fara að hittast öll sem unnum á Pop TV í fyrsta sinn síðan 2004 Ok, telt upp hverju verða þetta Ég neymdroppa alla sem eru Ok, Steinn Kári sem sá á Pick TV, mannst þetta honum? Já, ég man eftir hún, það er alveg kongur Fríserinn verður hana Frosti, sko, það er bara allir sem voru Það verður King sem ég vil King sem ég vil, verður Ég geti fengið mér eitt kaldan með King sem ég vil í kvöld King Jói Áspils Ég held það, já Og Peter Johanna Ég held að sé bara allir að mæta sem unnu á potti Þannig að þetta verður algjör veisla En hvernig er helginu ykkur? Alltaf að vera mökkblöð Nei, af því að ég er að fara í ammali líka morgun og var með til skammar á miðvikudaginn en ég ætla að reyna að hafa mér í kvöld Sko, ég er að vona að taugin sem er klemt í bakinu á mér að losi aðeins hana Það kom að það hvað kallið þetta aftur? Pírópraktor Steindi, þú beitu á bráðum og þú ert ekki að fara heima full verða dætt í það að leggja það Ég þarf bara að fara beint og kíkja á þetta því að ég væri til að taka smá Fortnite í kvöld Ég er að vinna mikið helgina, ég væri til að taka smá Fortnite og geta setið í stól Hvernig er helginu Gilsanon? Þú ert að vera eitthvað logo Ertu að fara að sulla á morgun? Sko það er logo og Breiðabliks annað kvöld og við vorum að ráða máli við stálum Richard af Völsurum það er ekki af Valsari og það er mjög mikið bíf núna milli Valsara og Breiðabliks út af því að við stálum Richard Valsarnir brjálaðir við erum að segja við þá, hörðu
Eat shit, bókið hann fyrr, þetta ekki okkur að kenna Þannig að svona celebrity beef Þetta enda pínu steg sko, ég og Ríkjáttum að vera saman í Völsson þeir bara höfðu samband svo seint, þannig að það var leiðilegt Já, hverjum er það að kenna þau með þeim? Já, en það á meðan að vera Íslandsmeistar á morgun Tom Já, ekki vann með þetta mínum enn í Keflavík Nei, ég vann með engan en Ég held að mínum enn í Keflavík Mæta morgun, mæta Hlíðarenda Það eru fallnir Fjölnir Það er bara að pakka Völsson og saman og gerur gasið þarna Hversu mikið komedi verður það? Ég ætla að vona ekki Hörru, ég var að 3-0 Kef Ok, Fjölnir datt út Niður innkassodeildina Þú kannt ekki að tala um fólk Þetta dutt ekki út Þið fjallu í deild Fór í innkassodeildina Fjallu í deild Fjallum deild En afturhelding var að komast upp Úr annari deild Í innkasso Fucking aftur Strákar, að skilja hvað þetta þýðir Það er alveg mikið með það Við erum búin að vera með lélegt lið í svona 300 ár Við erum komin núna við fyrstu deild Innilega til hamingju Takk fyrir það og núna þurfum við bara að pakka henni saman Þá erum við komin í Pepsi Þá erum ég að fara að mæta með ykkur alla leiki Það er bara þannig En vonandi þið góða helgi Og svo var ég líka Íslandsmeistar í hvíta riddarunum 30 plus á 5 daginn Já, öllum saman Ég spilaði 5 minútur inn Ég minni á Spilaði þú þar? Oktoberfest sem er á morgun í Hægri baka Það eru pretzels í boði 2 fyrir 1 á barnum frá 9 til 12 og Seima Viljámsson, spjótkastari Hann er þarna í engu nema í Leðurhásin Það er ekki að trekja að Þannig að kíkið í Keiluhöllin annarkvöld á Oktoberfest Við þökkum kærlega fyrir okkur Við verðum ekki allir 3 næsta föstudag Því að ég er að fara að keppa á gólfmóti í Þýskalandi Eftir að grísast til að vinna eitthvað Mercedes-Benz móti hérna á Íslandi Nei, það er blöð Ok, nefndu einn frægar Íslanding sem á Benz en blöð Þannig að þeir verða hér Hver verður með ykkur? Pétur Jóhann eða ekki? Eftir að ráða eitthvað Þannig að Egill Steindi og Pétur Jóhann verður með þáttun eftir viku Egið góða helgi og við heyrumst bara næstu, við eftir 2 vikur og þið heyrið í strákunum eftir viku. Takk fyrir það. 2 fyrir 1 af kjúklingavængjum á kjúklingadögum 21. til 30. september á Dirty Burger & Ribs. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski Bar. Celebrating David Bowie, vinir og félagar Bowies, heimsklassa tónlistamenn og sérstakir gestir á tónleikum sem spanna allan fyrir Bowies í Eldborg Hörpu 7. og 8. október með Sinfonia Nord og Kór. Miðasala á harpa.is. Hæ, þetta er Sara í Unique. Vantar þér ekki nýjan kjól í safnið? Þú færð hann hjá okkur. Unique, Kringlunni og unique.is. Nú eru stjörnudagar. Allir 12 tómmu bátar á matseli og miðstarðagossi á aðeins 1099 krónur. Sjáumst á Subway. Það er bara einn orkudrykkur sem eykur brennsluna allan daginn. It's Ripper time. Opnir tímar til að komast í enn betra form. Zumba, jógastyrkur og Strong by Zumba. Dans og jóga. Við þrífum lítil sem stór fyrirtæki. Fáðu tilboð. Þú hreinlega getur ekki sleppt í. Hreinsi.is sem er 564 6005. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Allt fyrir iðnaðarmanninn. Erum á 3 stöðum, Reykjavík, Hafnarfirði og Akureyri. Verkfærasalan. Æsland, opið allan sólarhringinn. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur. Skólavörðustíg og Laugavegi. Mig langar í hamborgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu. Við erum að gefa alls konar glæsilega vinninga fyrir þá sem að fylgja okkur á Instagram. Ekki